17. ágúst Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti eins og, oftast og beint á móti mér sitja tveir sjóarar annar heitir Steinþór Fróar Steinþórsson og hinn heitir Egill Störi Einarsson verið velkunni. Já, takk fyrir það, kallaður okkur sjómenn. Já, það eru sjóarar í dag. Það geggja. Það titill sem ég sáttu við. Já, reyndar ertu ekki, you're not made for the sea en... Já, málið það, ég satt með stálma. Ég verð ekki ef ég fætti Vestmann, ef ég tek Herjólf ég finn ekki verið sjóveiki, Nei, vá, í 20 mínútur dall til hamingju. Ég meina, þú veist, ég er svona gæði sem ég held ég verð ekki sjóveikur. Ég gæti hengt mér á sjó og verið bara fín. Ég held að, við höfum nú rætt þetta áður. Ef einhver á okkur ætti að fara á sjó, þá var það Egill. Hann hraustastur á okkur og kvarta minnst. Ég hef samt ælt á bát. Hefurðu? Já, það var líka því varst fullur, eða ekki? Nei, í gamla Herjólf. Þessi Herjólfur í dag er nýji Herjólfur. Gamli Herjólfur. Hann var viðbjöður. Hann var í 2,5 tíma. Hann var alltaf á Þorlák. Hann var svo cirka 3 á leiðinni. Og þú fannst miklu meira fyrir öldunum enn nýja Herjólf, Og hvar ældur þú? Ég gleym aldrei einu atriði. Við fórum upp á þilfar. Svona, við varum ælinn í hálsunum, hljóp upp. Svona, ég var að fara að æla á gólfið. Og ég komst ekki uppi að æla því að það var upptekið allan hringinn. Það var allir ælandi. Ég veit að íta einhverjum úling til að æla fram á. Hvað hendur honum fram á bara? Já, bara þú veit, þannig að þið hafi... Þannig ég veit ekki hérna, ég er eitthvað skástur á okkur 3 en ég er samt búin að æla á sjónum. Já. Það er miður. Ég meina að þú var að vinna sem sjómaður, þá varur ekki að drekka vodka í ripper, Ég er ekki vissum ég að vera mökkaðar þarna, Ekki? Þetta var í gamla dagar, Það var samt stemning að liggja inn í bíó. Ég var cirka 10 ára, ég vonandi ekki fullur þá, Varstu 10 ára? Það er gamli Herjólfur, Hvað ertu gamall þegar pappiðin byrjar að hella í þig? Og hann vantaði einhvern til að drekka með á kvöldinu þegar ekki? Pappa sé blikkar að gamla skólanum, hann dundaði. Hann nefndi ekki að drekka einn, maður þekkir þetta. En við erum í miklum gír og vonandi þið líka. Ég gleymir endur að spurja ykkur, ég er svo kærleisorðinn í nýja stúdíónu. Steindi, hvernig ertu? Ég er bara fyllandi fínn og fróndi góður. Mikið óbáslega gott að heyra, Egill, hvernig ertu? Ég hef aldrei betri. Það er gott að heyra. Við erum ennþá í nýja stúdíónu, hér verðum við bara. Hvenær hættu að kalla þetta nýja stúdíó? Ég meina, þetta er orðið gamalt stúdíó fyrir mér. Já, í 3-4 skipti þá er þetta nýja stúdíó, það ekki. Þetta er annað skiptið þarna. Við getum núna sagt eins og síðast hvernig veðrið er og það er bara nokkuð gott. Það er skýjað en það virðist vera logn og 15 stæði hiti. Ég er að horfa á Laugardalsvöll og blikastelpuna mín er einmitt að fara pakka saman leik þarna eftir. Já, það er byggarúrslutur leikur kvenna. Já, við horfum bara hérna með göttuna. Líktum horfum bara hérna út úr gluggan. Það er svoleiðis. Og ég er ennþá að venjast tökkarum drengir og ég er bara einn hérna núna þannig að þið þurfa að hafa smá þólið með þið. En Donut Boy er hérna bara á kantinum. Já, en hann er svo spenntur að fara á nýja bílinn sinn að hann má ekkert vera að því að vera með okkur í dag. Kongur sem Richard er orðið. Veitu hvað, hann var að kaupa sér 15 milljóna BMW? Það er ekki komin á bimma maður. Ég kynnti Richard, þá var hann með allt neður sig. Sjáu hann líka, hann situr í það núna í rauðum Ralph Lauren ból skjanna hvítum Ralph Lauren buksum með bimma sinni þetta frutan. Málega, talandi sjóin og sjómenn, þú getur ekki rokka þessa buksunum og hafi silt höfin. Ég ber hann í hvítum gallab, það berið enginn. Það er einn og einn maður sem bakkar og hvíta buksur. Já, Rikki situr þetta eins og hann hafi gleypt milljón. Já. Hann er rosalega. Hann kom til minn í gærkvöldi, Richard, í heimsókn. Klukkur svona 10 og lagði bimmann frutan og ég joggaði út. Er það grínast eða? Allt í leðri og síðan svona sjónvarpanna milli sætana. Ég vildi sé svona. Er hann byrjað að selja fíknefni? Hvað er málið? Ég vil að segja var Rikka að ég hann handrukka fyrir mig í framtíðin. Sér er það með Adidas-spónsi líka þokkum. Ég kom að hann áðan hérna inn á klósettið. Það var hann að brenna peninga. Hann satt bara svona og var að kveiki í seðlum. Hvað er það að gera? Þetta er svo skemmtilegt. Rikki so hot right now. Og þetta er að prófa þetta kveiki í peninga. Ákveður kemur ekki betti núna, fyrst þú ert nú hérna. Það er komið á play hér. Já, neina að kenna þessu mann. Þetta ástæður að mátt ekki fara, ekki. Það er ít á on. Ákveður er þetta bara on. Ít á on? Þegiðu, Steindór. Það er flókið að ít á on. Það er flókið blöð. Steindór, þegiðu strax. Þú múður ekki ráða við þetta. Þetta er alveg, þetta gerir mig geðveikan. Það er bara einn maður hérna sem getur verið á tökkunum þegar ég er. En við erum með veisluhaldegur í dag, kæru hlustendur. Það eru góðir gestir á leiðinni. Við fáum, þetta eru svona 2 af vinsælustu grínustu landsins. Pétur Jón Sigfússon er að koma hingað. Hann þekki nú í þáttinn vel, var með okkur á Landsþekktur trúður miðvikudögum hér í 2 ár. Og hann er með stráki sem sér því að þeir eru báðir að fara að hlaupa marathon. Jóhann Berg og Pétur Jón. En Pétur að hlaupa aftur og bak. Já, ef hann safnar milljón. Já, en ef hann safnar ekki, hann er ekki kúlu, þá hleypur hann áfram bara. Já, þá hleypur hann vel. Það er rosalegt að hann hleypur 10 kílómetrar aftur og bak. Það er enda rosalegt. Mér var samt málið mér varst Pétur, þetta er Peter Jones Fusion. Það er samt frekar hátt kúla. Já. Það hefði okkur ekki bara eitthvað raunhaft. Hálf milljón. Já, hálf. Svo líka ég veit fyrir víst að Jóhann Berg sonur hans er búin að safna meira en hann.
inn á sko söfnun. Já, það er svoleiðis. Já, þannig að Pétur í vesinn, en við þurfum að hjálpa hann þetta. Heitasti maður landsins í dag, Richard, er núna í 597. Það er vel gert, 600 kall. Og hann er á síðu 1. Þú veist, ef þú ert á síðu 1 hann á hlauparasíðunni, þá ætti að gera eitthvað rétt. þá ertu hot shit sko. Og Tatman er komin á síðu 1, komið 471 úr, það svaka endarsprett sko. Ég verða að spyrja eiginlega því að þú ert nú svona, ég myndi að segja að þú ert alltaf með puttan á púlsinum. Er Richard really hot right now? Þetta grínast það? Já, málið það og ég var aldrei sé, sko, út af því að myndi sko svona hlutabræða yfirleitt Richard, hann var in the shitter fyrir bara 3-4 ára. Og málið það líka, og hlustendur ef þeir eru að hlusta, ekkert vera að fara í banka eða taka smálán. Rikki getur heyri bara í Rikka. Heyri bara í Rikka, hann er mjög sanngjarn, hann lánar eitthvað peninga. Ég ætla að segja, við erum nú að opna fyrir mækin hérna. Ertu það einhverstaðar? Maður segja, hvað er mækur, hvað er það, 4 þá, ertu það? Já. Hlutabriðin eru háið þegar segir Egil núna. Það er aldrei bara Harry. Það geggjaða bólu sem hann er í. Já, frábært. Geggjaða buxu líka. Basically, þú ættir hlutabrið ykkur núna, hann myndi selja núna. Ég sé hann ekki hvernig hann getur farið að herra þetta á gríns. Það er þetta góða punktum, þú ættir að selja hann ekki. Já, þeir eru ekki farið í lag eða eitthvað. Hvernig með, sko, nú hef ég séð þið borðar ekki. Það er góða vinnir. Og það reyndar hafa, sko borðsiðin skána gríðarlega. Ekki, þú ert geggjaður. En ertu típa sem berð hvítar buxur svona með hvernig þú borðar hádegismandi? Já, bara á hann. Ég er hún svo standaðið því ég borða hádegismandi. Já, reyndar, þú ert búin að skanna mikið. Ég borða allt núna með... Má sjá þér, er það ennþá hreinar? Hvað varst það að fara að segja? Borðar allt með gafli eða? Ég er að segja stundum því ég fengi með kjúkling þá ég teki stundum borðað með puttunum. Já. Sko, en það er ekki lengur þannig. Hann var með slæma borðsíði fyrir 3-4 árum. Hann er hættur því. Það er alltaf að sjá hann borða. En það eru hlutabriðin að hækka. Og hann er komin á bimma. Getið þið fara í lag? Smá vesi verið blöð sem er á 16 miljonar Benz sem kemur alltaf inn Rikki og parka við hliðina með 745 bimma. Pakkar hún saman. Þú veist að Rikki er komin á þitt svæði. Ég veit að hann er búin að taka yfir. Hann er að pissa utan í því. Þorsteinn Guðmunds, hann kemur líka spurningakeppni. Gils Herrans að sínast að hvað er í dag? King of Culture. Er ekki menningun átt á morgunna? Sjálfsögð. Það er tenging. Mjög góð tenging. King of Culture. Já, þetta getur verið skemmtilegt. Ég er að tengja þetta við sem eitthvað sem er í gangi. Þannig ger ég þetta. Svo er myndur fyrir Cass. Steindi, þú ert með kortmyndur frekar. Ég er með kortmyndur frekar. Það eru augljósa staðrendir í dag og það eru rosalega augljósa. Ég ætla að henda Jóhanni Berg Sínans Péturs í hraðaspurningar. Og svo ætla Rikki G að vera hérna í beinni útsendingu eftir á Snapchatun okkar að brenna 10 skrúna seðla. Þannig að þetta fylgist þið vel með því. Það er nóg að vera og við erum í stöðu og vonandi þið líka, enda komin helgi, elsku hlustendur. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. I do what it takes. Whatever it takes. Þetta eru Imagine Dragons hér með Whatever It Takes. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Það er komið... Nei, hvað gerðist? Nei, svona. Herðu, býtu, svo glemdi ég að setja mækan ykkur upp. Þetta er alltaf að koma. Þetta er FM Einar, við erum að hlusta á... Nei, herðu, ekkert kjaftaði núna. Skólaútarpið hérna í félagsmyndstunni Bólunu í Mósesbæ. Herðu, hættu að taka hloka. Ég er að stríða þér, herðu. Ég er að læra á borðið. Það má aðeins potið, það ekki? Nei, veistu, eftir þú vannst þarna leikar ásins, þá ertu orðið svo mikil töffari að það má enginn gera mistök í kringu. Herðu, ekkert svona kallið minn, ekkert svona. Eru þið ready í slúður? Við erum klárir. Já. Ok, ég ætla að byrja slúðrið á Khloe Kardashian og Kendall Jenner. Ok. Þetta eru systur sem að flestir ætti að kannast við. Já. En þær eru báðar á föstu, stelpunar, og hún er náttúrulega með Tristan Thompson, hún Khloe Kardashian, eins og margóf komið fram í þessum þætti. Eins og Kaffitás Tristan? Já, heitir það sama? Þetta er sá sem að var að, í sleik við einhverja píur þegar hún var að fara eigna spad. Hann vildi meina það að þetta væri miskilningur, það ekki? Nei, hann he owned up to it.
þetta held ég sko. Var þetta gæðin sem fekk hjartaáfallið á hérna Vændis konum? Nei, það var hinn Og sko, svo hún Kendall Jenner, hún að hitta Ben Simmons sem þetta geggjaða körfuboltamæður og í Philadelphia 76ers. Það bara í NBA körfuboltamönnum með það? Það báðar að deyta NBA körfuboltamann. Akkur ekki soccer players? Ég bara veit það ekki ill. Nema nú eru þær saman í svona paraferð sem að þær hafa aldrei gert áður og þeir eru vist að ná mjög vel saman, Thompson og Simmons. Þannig að þetta gaman. Ná vel saman. Var þetta mólin eða? Já, þau eru saman í paraferð í Mexiko. Og þeir eru orðin vinir. Þeir eru orðin vinir. En sko málið að þetta er alltaf körfuboltamaður og rúbigæi. Nei, þeir eru báður í körfubolta, þannig að það ætti nú að vera létt fyrir Þeir eru orðin vinir. Það er slúðumólin. Já, það var málið. Þeir eru orðin vinir, já. Það slúðrið að þau eru öll saman í ferð. Ég held þetta með að Chloe og Tristan væru hætt saman. Hann var ekki ammalunum daginn. Ég að reyna að fylgjast með þessari fjölskyldu, sko. Já. En Tristan hætti þessu miskilningan á þessu skemmtist það. Þú veist, ég hef aldrei heyrt Tristan körfuboltamann. Er þetta bara, Tristan Thompson, spila með Cleveland, hann er allt í lagi. Ronnie Shekali, þetta er bara Miami, Ronnie Shekali. Ekkert ósvipað leikmaður, sko. Center. Herru, reynda talandi þessa fjölskyldu. Ég horfði á, þið búin að sjá viðtalið við Kanye West hjá honum Jimmy Kimmel? Já, geggja viðtal. Hann er alveg á síðasta snúning kallinn, sko. Hann er orðin bara eitthvað rugglaður. Ég gaman á hann. En mál er að hann næri ekki að svara bara hann næri ekki að svara spurning. En hann vildi meina strákar, hann fengi spurningun á svolítið vondum tíma af því að það var kötta beint í auglýsingar. Já, hann hafði verið að hugsa svar út af hann vildi ekki svar í flýti út af það hann fekk erfiða spurningu. Hann sagði, já, tók mig smá tíma til að hugsa svar og því ég var að koma með svar og kötta hann í auglýsingar. Ég horfði á þetta, það voru bara svona 5 sekundur sem að fekk það svar. Já, en hann var að hugsa gott svar. Já, svo hann alltaf að tala eitthvað núið og þetta eitthvað. Mér er bara eins og að sjá hann hálfrugglaður. Hann er bara á woke. Hvað er það? Það er bara sama og Tim Curry og allir hæstu menn. Þetta eru menn sem eru búin að, þeir eru vaknaðir. Vaknaði bara svona Matrix vaknaðir? Já, dálítið. Okay. Það er dollara sko, hann er búin að eða peningum grimt. Nó til hann maður. Það er svona Justin Bieber, hann var eignast litla systur og Justin er út að hlusta til hamingju með það. Eignast litla systur? Já, litla stelpan fekk nafnið Bay Bieber og er dóttir, pappa Justin. Bay Bieber? Já, Bay heitir hún, já, Bay Bieber. Var ekki pappans ykkur, hann var kolbilaður, kókaðin fíkill eða ekki? Pappans? Nei, pappans er feskur sko, hann á Justin og 2 sískinni fyrir og það er pappans megin, það eru Jasmine 9 ára og Jackson 8 ára. Þetta er, já, þau eru hún 3 núna, sískinin, eða 4. Hvað er þetta Bieber? Hann er náttúrulega trúlofaður, Hailey Baldwin og hann á núna vinsælustu Instagram mynd allra tíma þegar hann tilkynnti trúlun. Er Hailey Baldwin eitthvað skild Alec Baldwin eða Stephen Baldwin? Já, dóttir Steve Baldwin. Er það? Það er rosalega sem ég heilt. Það er rosalega. Er hún dóttir Stephen Baldwin? Já. Málega er að ég var að... Það er uppbóðast Baldwin. Hann er geggjaði Baldwin. Málega er að ég var að fara að segja, er þetta ekki orðið svolítið svona prumpu family sko? Hvað? Bíberarnir. Ekki verið komin inn í Baldwins. Ekki núna sko. Ég var að fara að segja, leið og að tala um Jackson og Trixon og pappans og allt þetta. Þetta er svona smá prumpu fólk sko. Justin? Já, bara, nei, allir er allavega svona í kringum hann sko. Svo leið og þú tókst þetta Baldwin. Hún er þá bara sér fyrir Beatmachine fyrir í jólabóð. Hann er með William Baldwin, Alec Baldwin, Stephen Baldwin og Daniel Baldwin alla í jólabóði. Ef að ræða eitthvað hver er Daniel Baldwin? Það er ódýrasti bróðurinn sko. Hann fær svona wacky sidekick í svona TV shows. Er hann ódýrasti bróður? Já, af þessum 4 og fær að vera wacky sidekick. Það er skemmtilegt fyrir hann. Stephen Baldwin var bestur í Threesome myndinni og geggin. Sko Stephen Baldwin og nokkra myndir. Threesome myndir? William Baldwin Hvað heitir Kaiser Söze? Usual Suspects. Já, hann var þar, Stephen Baldwin. Geggjaður. Hörðu, svo er það lokaslúrið og það er af henni Stormy Daniels. Vitið hver það er? Nei. Það er, klámyndaleikonum sem að svaf hjá Donald Trump og búin að vera mikið í sviðsljóðsum núna því að nú er hún náttúrulega komið publicist og komið umbósmann og er svona pitcha, hún átt að taka þátt í Celebrity Big Brother. Þá að hamra játnið. En var að hætta við það á síðustu stundu en hún er víst með hellingam tilbóðum, segir hún. Þú fylgst með ferðlum hennar blöðu gegnum tíðina. Ef ég? Að þú vissir alltaf hvernig hún var svona áður. Ég hef aldrei heyrt hann áður hún svaf hjá Donald Trump sko. Þetta er eitthvað sem að þú og þína síður ætti að þekkast. Nei, þú vissir alveg hver þetta var. Nei, þú hefur búin að haka í þess einhvern tímann, það er alveg pottet. Þú vissir alltaf þessa. En það er satt svo fyndið með svona að fólk fyrir bara í, veist, hún er núna þekkt fyrir það að hafa sofið á Donald Trump og það er eins og þú segir Steindi og það er ekkert að því, hún er bara að hamra járnum hennar heitt að koma sér í fullt af svona sjónvarpsþáttum og viðtölum og en málega að þú veist þetta er tekjurnar hennar í dag. Já, ég veit það, hún er bara orðin fræg út af þessu. Já, ég meina hún kemur fram og segist að hafa sofið á Donald Trump og allt þetta, allt gott að blessa og jæri. En ég meina hvað svo?
Á maður að fara að horfa á sjónvarpsþáttina? Já, allavega það er verið að bjóðinu Á ég bara að fara að panta núna einhverja pítsur og poppa eða? Hún er þykja buttuna núna meðan það er bjóðin í sig viðtöl og svona síðan er það búið og það er bara áfram gakk Það er ekki flókið sko Ég held að þetta sé bara bestu loka orðin áfram gakk Stormy Daniels eða út að hlusta Við bara ósku þér allsins besta Hér eftir smástund Pétur Jóhann og sonur hans Svona afslátt á 5 óbjörnstöðum allan ágústmánuð Nánar á olís.is Vertu í góðu sambandi á ferðinni innanlands í sumar á öflugu 4G-kerfi Vodafone. Kynntu þér frábærar 4G-lausnir í næstu verslun eða hjá umboðsaðlum okkar land allt. Vodafone. Veldu þér penna og byrjaðu. Ekki óttast það að gera mistök. Láttu hjartað ráða. Pennin Eymundsson. Allt sem þarf fyrir skólan í einni ferð. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Markaðsstjórar stærstu fyrirtækja landsins telja Markpost vera áhrifaríka og ódýra leið til að ná árangri. Við getum hjálpað þér. Póstdreifing. Náttúrulegar lausnir. Jurtaapótek, Skipholtið 33. Vélaborg. Varahlutir í allar gerðir liftara. Vélaborg. Vélaborg.is Fótboltagolf Komdu með Kæró og þú slærði í gegn Opið til klukkan 10 í kvöld Skemmtigarðurinn Matur sem fær þig til að brosa. Serrano. Fresh, happy, max. Vandaður skór á alla fjölskylduna Skórnir þínir Smáralind Skórnir þínir.is Fjölskylduskóbúðin þín Útsalan í fullum gangi GAP Faxafinni GAP.is Langar þig í nám með vinnu? Kynntu þér námsframboð Opna háskólans í HR á opniháskólin.is. Bátur vikunar á Kvistnós Hunangs Beikonklúbbur á aðeins 699 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Þetta finnst mér flottasta lagið á stöðunni í dag. Þetta er Better Now með Post Malone. En við erum komni með góða gesti hingað í stúdíó. Þetta eru feðgar. Ég held líka að það fari bara ekkert á milli mála þessi feðgar því að þetta er svona mini-mín hans Péturs og það eru þeir Pétur Jóhann Sigfússon og Jóhann Berg. Vertu velkomin Jóhann. Já, takk. Já, þá voru að tala í, mástu öðru að tala í mikrofónin? Já. Hanna? Já, takk. Hvað segirðu gott? Bara fína. En það ekki? Þú vart að fara að hlaupa í marathónin eins og pappi? Já. Já, hvað ætlar að hlaupa langt? 3 kílómetra. 3 kílómetra maður og þú ert að safna fyrir hvernig þetta að safna? Já, blant og Rikki ætla að hlaupa. Já, sem er vandræðilegt sko. Fyrir hverju er það að safna? Já, ætlar að hlaupa fyrir? Ég ætla að hlaupa fyrir Bumbulóni. Bumbulóni, já. Já, langbegg börn. Það er vel gert aðstandendur. Já, þetta er, einmitt Góðgerðarfélagi svona sem er með það markmið að styðja við aðstandendur langveikra barna. Já, það er vel gert þér. Og þú ætlar að hlaupa líka, Pítur? Já, Pítur Jóhann ætlar að hlaupa líka. Já, verður velkomin Pítur, glemtum að helsa þér. Við erum svo spenntir að fá strákinn. Já, það er miklu skemmtilega að fá hann. Þú ert vanur hlaupari. Þú ert vanur hlaupari en að Pítur. Þú líka, báðir. Já, vanur ekki vanur. Ég er túramaður. Já. Þú hefur hlaupið hálfmarathon, þú varst marathonmaðurinn á sínum tíma. Já. En Pétur, þú ætlar að hlaupa, Pétur, 10 kílómetra aftur á bak ef þú safnar 1.000.000. Já. Og hvað ertu komin í? Þarf ekki að fara að auglýsa þetta eins? 27 skall. Ertu komin í 27 skall og þú ert að fara að hlaupa á morgun sko? Þú ert komin í 30. Já, ég er komin í 30 sko. Þetta æxlaðist þannig, ég voru á Tenerife og við bara fjölskyldan. Já, þú mátt tala bara eitt smá stund. Þú mátt tala svo þú vilt, það er ekkert vesinn. Gríptu fram þér í pappaðinum, öllu sama. Já, það er alveg rétt. Já, þeir voru á Tenerife. Og Ásdís Arna sem að stofna þetta góðgerðarfélag, hún hélt að það væri góð hugmynd að ég myndi svona koma inn í þetta skilur til að svona vekja athygli á málefnu. Hún vissi það annars ekki að ég er bara samfélagsmiðla haltasti maður sem hún finnur sko. Já, allt niður þig. Þú ert ekki á Instagraminu eða Twitternum og... En Flóki að gerðu það sig eða? Akkur kemur ekki á Instagram? Flóki að gerðu það sig. Þetta er skemmtilegu miðill. Akkur kemur ekki á það? Ég er sko í 3. sæti. Þetta er 3. sæti? Já, hann bara er í lífinu? yfir mér, sko.
Já, vel gert. Reyndar bara sko fyrsta, ég meina það verið miklu gálega bara að heita á hann því að hann búin að safna meir en ég. En ætli þið að hlaupa saman ef þú hleypur aftur á baki, verður hann það með þér? Nei, sko 10 kilometrar þeir eru held í fyrir daginn og svo, þú veist, en það undar örgulega með, ég þurfa að fara þess að 3 líka sko. Já, ég skil. Það er ekkert mál. Nei, þú vil létt með þetta. Þú sé þess á húð. Já, þetta er ekki flókið, þú er góða húð. Já. Þetta er góða húð. En Jóhann Berg, ég var að spáði að henda þér í hraðaspurningar. Hvernig listur þú það? Já. Þá eru að svara það fyrsta sem þið dettur í hug. En Jóhann Berg, ég sé út í stjörnubúning. Já. Þú veist að Breiðablik stjarnan núna 15. september. Já. Þú veist að Breiðablik er að vinna það. Nei. Jú, það er að fara að gerast sko. Nei. Ég er að segja það er að fara að gerast. Þeir eru lélir. Eru lélir? Róttökið Við erum að pakka saman. Það er búið. Ég er sammála Jóhann Berg. Ég held með stjörnunni í svo leik Jóhann Berg. Við tveir kallanir. Ertu tilbúin, Jóhann? Já. Ok, fyrsta spurning, hver er uppáhaldsmaturinn? Lasagna. Hæ? Lasagna. Já, uppáhalds-sjónvarpsþáttur? Harry Potter. Hæ? Harry Potter. Harry Potter. Hvað er besta nammið? Gúmi. Hvað er besta liðið? Ísland. Hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Körftamæður í á NBA móti. Ok, hver er fyndnastur? Pæ. Hvað drekkur á djamminu? Vín. Áttu kærustu? Já. Hvað heitir hún? Ekkert. Ertu komið hár á bringuna? Nei. Er pabbi skemmtilegur? Já. Hver er besti vinnuðinn? Hrafn. Ok. Herðu, þá er þetta komið inn. Og Vilhelm Karl. Já, hann á 2 bestu vinni. Já. Uppáhaldsmatur var lasagna. Pabbi fyndnastur, sagðirðu? Er pabbi skemmtilegur þegar hann er heima? Já. Er hann alltaf að djóka eitthvað þér? Já, alltaf stutt í Getur spræðinu. kannski komið aftur í hafspurningar? Aftur er það. Aftur, viltu meira? Já. Ég á bara ekki fleiri því miður. En þú sagðist þér að drekka vín þegar þú fyrir á djammið. Já, varst að ljúga því eða ekki? Nei. Svona verður nú ekki tekin af pappa hennum. Ég vona að barnaðarinn sé ekki að hlusta. Hann bara heldur í svarið, hann er að því. Já, en það er fanta uppeldi gangi hérna á honum Jóhanni því að þeir komi hér fyrir í dag og tóku upp símat. Ég held að það sé karakter sem er legendary hjá Pétur Jóhanni sem heitir Hvað segir Kjellin og við ætlum að heyra þetta hér eftir stuttastund. Hvað segir Kjellin? Já, hvað segir Kjellin? Það er hér eftir smá stund en fáum fyrst, já, Drake. Netflix and chill, what's your net worth? Þetta er þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og nú erum við stattir hérna í klefunum ég, Pétur Jón Sigfússon og Jóhann Berg Pétursson og það er komin tími á dagskrárlið sem er þetta ekki nett svona legendary dagskrárliður í FM 95 Blö? Já, ég myndi segja það. Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Já. Langt séðan að við höfum hent okkur í hann. Já, og þetta er fyrsta sinn sem að Jóhann Berg fær að prófa. Já. Já. Ertu ekki til í þetta? Jú, hvað segir Kjellin? Má að heyra? Hvað segir Kjellin? Já, mjög vel gert. Hann er með þetta sko. Já, þannig að Pétur, pappin, hann ætlar að byrja. Þetta er líka eitthvað svo fallegt við að Hvað segir Kjellin? að pappin sé að kellast rafnum símat. Það er eitthvað fallegt við þetta? Já. Ok, ef við láta pappa byrja. Já. Já, pappi byrjar og kenni þér. Svo ferð þú í Hvað segir Kjellin? Já, svo fyrir ég Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Ég held að ég þurfi ekki að kenna honum neitt. Nei, ok. Ég byrja, Jóhann. Nei, ég byrja. Pappi byrjar. Ég byrja. Ok. Já, Guðjón. Halló. Já, Guðjón. Já, hvað segir Kjellin? Ég veit hvað er þetta? Hvað segir hann? Hann segir Kjellin. Hver er það? Guðjón. Hvað segir Kjellin? Já, ég veit ekki. Er þið ekki Guðjón? Hlusta á mig. Hvað segir Kjellin? Þetta sé ekki skakt um mér. Já, ekki láta svona Guðjón. Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin, Guðjón? Hvað heitir þú? Hvað segir Guðjón? Hvað er það að sýla? Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Já, þetta er skakt um mér. Þetta er ekki skakt númer, Guðjón. Þetta er hvað segir Kjellin. Það er aldrei skakt í því. Hvað segir Kjellin? Hvað heitir þú? Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Guðjón.
Þá er pappi bara Alltaf hittir maður á einhvern Þú er að slækka á maður, Jóhann Þú verður að vera alveg slækur Nú er þú alveg slækur þegar nú er komið að þér Nú er komið að þér, kallinn minn Nú er pappi búinn að kenna þér Ég er með númer fyrir Jóhann Halló. Halló? Halló? Hvað er kæðin? Hvað er kæðin? Hver er í dag með? Hvað er kæðin? Hvað er kæðin? Halló? Það er fæn Vel Well gert Give me 5 Þetta var gert Þetta var, hvað segir Kjellin Það er þér að hlusta hér á FM 95 á FM 95 Frábæru verði. Segðu sögur. Pennin Eymundsson. Allt í skólan og meira til. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Byrjaðu daginn með Fréttablaðinu. Þú sækir appið frítt í App Store eða Google Play og nýtur þess að lesa blaðið þegar þér hendar. Fréttablaðið, góð byrjun á deginum. Þetta kemur allt. Meira segja algebran. Klárum dæmið. Pennin Eymundsson. Nauthóll býður upp á glæsilega veisluþjónustu fyrir öll tækifæri, stór sem smá. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Minni biðtími og betri þjónusta. Viss viðurkennt verkstæði fyrir Apple tölvur. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is. Annarri hæð Smáralind. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. We gotta rise að syngja hér Jonas Blue, Jack and Jack veit ekkert hverju þetta eru en þetta er ágætislag ekkert að þessu áður en við kveðjum hér marathónfeðgarna Pétur Jóhann og Jóhann Berg þá þarf Jóhann Berg að koma einu til skila sem að klikkaði hér á hvað var það Jóhann? Tvo bestu vinni. Já, þú á tvo bestu vinni. Já, hann á tvo bestu vinni. Hvað heita þeir? Hrafn og Vilhjálmur. Hrafn og Vilhjálmur. Svo verði engin dramatík þá á hann tvo bestu vinni og nú koma því á framfæri. Þeir eru báðir að hlusta og þeir þurfa báðir að fá þetta shout-out. Já, frá verðandi NBA-leikmanninu maður. Ógeðslega gaman að fá þig, við sjáum. Gaman að sjá þig. Bye bye. Sjáum okkar. Já, þá komum við að reynda hann á tvo bestu vinni þannig að þeir eru vist að hlusta þetta og já, þetta hefði getið orðið, ég er bara smá dramatík. Já, þetta hefði getið enda bara illa og þú veist, við minna, hann leiðir þetta. Já, það voru bæði Vilhjálmur og Hrafn. Reynda sko, núna eru farnifæðgarnir og Egill, nú erst þú þjálfari, varst að vinna með íþróttafólki og svona. Ég vildi ekki vera svona að eyðileggja drauman hans hérna í stúdíónu en það er einhver rosalega líkur að þú ert sonur Pétur Jóhanns og sett á leiðin í NBA-deildina, eða það? Ekki tölfræðilega. Nei, ég segi að vera svona 1/1.000.000, hann er farin, við getum sagt það sko. 1/1.000.000? Ég hef gaman að metna hann. Já, mjög ánægð með hann ætlar ekki að spila með Stjörnunni þegar hann verður stór, hann ætlar að vera með leik í NBA. Já. Ég meina, við skulum ekki útiloka það. Nei, eina sem ég hef hugsað, hann er ekki með hæðina Kannski verður hann sem gilsarinn, a shooter. Og pappans er held ég versti íþróttamaður sögunar, þannig að þetta er, en hei, annað hefur gerst. Já, ég meina, mástu blöð, þú erum að keppa á móti bestu körfuboltamönnum landsins og Böðveikin setti þrist 2 ári röð. Ég andliti á Gumma Braga. Gummi Braga er núna heima á þessu undir sæng ennþá. Það var nokkur ár síðan það gerðist. Þetta var ekki spjaldið Óli. Já, hann horfði á mig með svona hrókasvip og svona, hvað er þessi skýrhust að fara að gera? Já. Búm. Það má heldur ekki. Ég gleym aldrei hljóður í netinu, bara Nei, þetta fór spjaldið Óli. Það var fyrra árið blöð. En ég veit, Gaui Skúla sagði mér ekkert hann, ég hitti hann á einhverju ballið eitthvað á staðan og þeir var ennþá að bögga ná sig, þú eru settið þristin í andlitið á hann. Allir vinur sem stríðunum á eðlilega. En málið það bara að vera með stóra drauma. Ég meina þú ert fættur á Sauðárkróki sko. Þú ert núna bara hérna að tala í mikrofónu á FM. Ég stemdi ekki á NBA, en við ætlum að styðja hann. Þetta er uppáhaldskörfuboltamaðurinn minn, Jóhann Berg, og við þökkum kærlega fyrir komuna, en það er hins vegar komin tími á hvað Steinþór. Hvort myndirðu frekar? Þú ætlar að vera með það í dag. Og ég ætla að vera með það í dag og ég er hérna með 3
helvíti skemmtilega spurningar til ykkar. Ok, ég þurfti að taka þið af myndir fyrir kæsvaktinni því að það er enginn mjög heimskulegar peningaspurningar. Já, málega það, en þið voru samt alveg skemmtilega ósammála með það. Þið voru ekkert alltaf sammála með þetta voru kannski svolítið háar upphæðir í viðurkenna það. Já, og svo lágar fyrir í þessu og hinnu. Ég vona ekki, við ætlum að gefa henni séns. Nei, sko málega það, fyrsta spurningin er nefnilega helvíti góð og þetta er eitthvað sem ég væri til að spjalla eins við ykkur og ég væri til að fá sko alvöru svar frá okkur. Já, þetta, við ljúum ekki að hlustendum. Nú erum við með Pétur Jón Sigfússon sem ætlar að fara að hlaupa aftur á bak. Ef hann safnar í 970 krónum við viðbútt. Þá ætlar hann að hlaupa 10 km aftur á bak. Svo erum við með Rikka G, dagskrárstjóra sem ætlar að hlaupa 10 km í kleinurhringjabúning. Já, ég er að hjálpa Rikka að safna því að mér smálefni mjög gott. Já, þetta er hægt að kalla þetta búning. Þetta er ekki búningur, þetta er basically bólur og þú límdir svona eitthvað kút framan á. Ég held að þetta yrði meiri búningur, ég er að viðurkenna. Ég svo verið mig í svona 3 metra loðfóðrum að þetta ekki sjást í andliti á honum, svona hlaupandi riston og kleinurhring. Það sáu það allir þannig fyrir sér. Þú veist, þetta er ekki búningur en málega það, þú ert að kynkja þetta rosalegu stolti að vera í þessari peysu, það er bara svo leiðis. Er það? Já, er það. Spurningin er, hvort myndu þau hlaupa 10 km aftur á bak eða 10 km í kleinurhingjabúning? Og þeir væri að fá þeir væri að safna sömu upphæð fyrir sama góðgerð. Þetta kemur náttúrulega inn á það að það er miklu léttir að hlaupa í treyjunans Rikka. Þetta er ekki búningur. Nei. Það er ég myndi taka það. Það er miklu léttar. Já, en málega þarf þetta að kynkja heldur miklu stolti sko. Finnst þér Rikki verið að kynkja einhverju þvílíku stolti að vera að hlaupa í þessu kleinurhringjabúning? Já, never go full sko. Þetta er valla. Málega þetta er sko Nei, hann finnst það að vera going full eða? Nei, málega never go full, finnst þér þetta alveg þar? Ég minnst ekki það sem hann að safna fyrir góðu málefni. Sjálfsögðu. Já, en ég er hann í kleinurhingjabúning. Já, kleinurhingjatreyju. Og ég verði sjátt á Krispy Kreme, þeir styrta hann 50 þeir voru sannaði með þetta. Já, vitti minn maður. Bara sniðuðis á tánum. Dunkin Skate. Enda er Krispy Kreme bara miklu betri kleinurhingja. Er Dunkin ekki búin að opna veskið? Nei, Krispy er svona 500 sinnum betri en Dunkin. Nú myndi ég raskjalla markastjórnir á Dunkin ef það er ekki búin að hlaupa þetta. Hvernig koma kött kleinurhringir? Kött kleinurhringir? Já, low carb kleinurhringir. Já. Þeir eru svona skýrhausa og svo vöðingan. Það er mitt, svona steyrahausa. Já, ég elska skýrhausi. Við segjum skýrhaus. Af hverju finnst þér eitthvað óþægilegt að kalla það steyrahausi? Það er skýrhausumsmeklana. Ok, hvað er næsta spurning? Þetta er spurning og þú ert búin að svara. Sko, hefur þú prófað að hlaupa, sko, þú verið í leikvömi Steinþór, eða komst alltaf með miða? Ég hljóp hálmarathon, sko. Mættur með miða alltaf? Nei, alls ekki. Ég var fótboltagarpur. Ég dýrkaði leikvömi. Það kom 100% með miða. Steindi var miðagur. Já, geta komið að spyrja því, Blöð. Þú mættir í leikvömistímana. Já, ég kom ekki með miða. Og manst alltaf þegar þú ætlaði að hlaupa aftur og bók eina ferð yfir. Það er þreytt. Ég veit það. Ég gæti ekki hlaupið 10 km. Maður alltaf að snúa haustum, maður svona komin í hálsir í eftir. Þetta er ekki hægt 10 km. En þú hleypar hægt allavega. En með þessa blöðru framan sem þið rikkið með, skilrétt, við tökum það báður. Ok, þið takir báður kleinurhringjabúningin. Mjög einföld spurning. Já, það er svoleiðis. Þá er það önnur spurning, hvort myndu frekar vilja vera með lús eða njálg? Þetta komin aftur í njálg? Sko, en málega það. Móðalegt eitthvað hefinn á honum. Þetta er auðvitað í blöð. Málega, ég er búin að rannsaka njálgin. Akkur auðvitað fyrir mig? Ég er búin að rannsaka njálgin. Já, því að ég er ekki með hár. En þið voru að segja, ég geti, okkur er að hlæja. Þið sögðu daginn, ég geti fengið lús. Já, þú getur fengið lús, sko. Þá getur fengið lús, hún er sýnileg. Okkur er það þá auðvilt fyrir mig? Nei, þetta var sögðukröki. Já, því þá er ég náttúrulega með njálg. Já, sko, málega. Og það sem var að tala sig það? Ég er búin að gleyma hverju leiðið. Sko, það er ekki að segja og sett meðan endilega. Nei, ég get staðfest að ég er ekki með njálg. Já, en sko, málega, ég er búin að rannsaka njálgin og hann er djöðs vesen. Já, auðvitað. En hann er meira vesen en lúsin. Lúsin, þú getur losað við lúsina nánast að einu degi. Þá ertu basically að segja okkur hvað ég að segja. Sko, njálgur. Hvernig, fyrir fólk sem er hlusta, sem er ekki búið á Sauðárkróki og aldrei fengið njálg, útskýrða það. Hættu að tengja Sauðárkrók við njálg. Hann var að segja þetta, Steinþór. Strákar, málega það, ok, Sauðárkrók. Það hefur aldrei verið njálgur þar. Nei, það er náttúrulega, ok, auðvitað er ekki allir á Sauðárkróki með njálg, en það er flestir. Nei, málega það er lítið bæjarfélag. Þú veist ekki lækkaði magniðinum. Ég veit það, en ég er bara að segja, þú veist, ef eitt krakki tekur nammi úr neðstu skúfunni hérna í kaupfélaginu að það hjá okkur, bara alveg sem Mosó. Þá er öll bæinn, það er bara alveg sem Mosó. Það er færri, þú veist, þetta dreifist hraðar á króknum, þetta. Ég myndi frekar taka lús, held ég. Ég myndi ekki nenni að vera með einhverja ormaðir á skættinu. En sko, málega það, þegar að, sko, njálkurinn er mjög mikið vesen. Ég veit það, þess vegna vilja hann ekki. Já, þú þarft að setja, sko, glært límband á rassagatið sem er svo skoðar. Þú sagðir okkar í síðustu viku. Já, svo þarf þetta að rífa það og skoða. En er þetta ekki lyf líka? Svo er það lyf.
svo þarf þetta frist allt ræsli Ég ætla að vona að setja ekki að fara njálgi hverjum þættin. Nei, alls ekki. Hvernig tökum á lúsin ár? Er það bara lúsin lyf? Nei, það lítur að bara sjampó og þú veist, það held ég að náður bara einhvern veginn svona þvot ræsli og hann njálgurinn. Það er mjög þægilega fyrir blöð að taka lúsina. Þú þarf að kveiki í húsinu og það njálg sko. Hún getur bara að fara hérna í hliðarnar blöð. Það er ekki beint ón á. Getur ekki að fara í hliðarnar, ég með að rakað. Hættu að segja að ég sé með eitthvað kraga. Þú gæti fengið hann í skeggið. Þú gæti fengið hann í skeggið. Það er maður lús í skegg. Akkur ekki, það er hár þar. Ok, það við sko af tvennu illu. Alltaf lús eða ekki? Það er ekki njálgu bara með að vera svona farið? Það er ormar inn í rassinu maður. Já, ákveðin 0. Njálgur er þannig, veistu hvernig njálgurinn er þannig? Þetta er basically þannig að þú gengur beint út, tekur ekki eitt af heimilinu með þér. Þú labba bara beint út og beint í sjóin á það njálg. Þetta er bara búið. Eins og það er pappiðin labba át á nótunni. Nei, það fekk hann kamfilobakter. Hann má ekki líka þessu saman. Hann var veikur í maðanum. Hvað gerðist þetta? Hann skeita hann í sig. Hann sko málega það. Varst ekki búin að heyra með seniori þegar það var í nótunni með fjölskylduna? Sko málega, ég vil ekki vera að ræða þetta í beinni sko. Og ný komið frá útlandum? Hann átt skemmta önd á síðasta deginu í Portugal og við fórum í Nóatún. Þau voru nýlent og það fór alltaf stað hjá hann. Hann við kamfilobakter, það er sko eins og salmonella. Og það var basically krakkar út í bíl sko. Krakkar út í bíl. Allir út í bíl. Já, innkaupakerfinu var hent frá fjölskylda beint út í bíl, lötu sport og það kom og það myndaðist fáralega mikil skítafíla þar sko. En Já, betur þannig að það gerðist í bílnum en ekki í búð. Já, svona ykkur starf á leiðin allavega. En málega er að þú veist hann fekk kamfilobakter. Það er Ok, þannig að þið veljið báðir lúsina. Já, eða ekki. Sko, en málið samt, það er eitthvað ógeð þarna, búið að líma sig á hárið á þér. Þetta er orðurinn í rassinu maður. Þetta er bæði slæm. Hræðileg valmennöku. Já. Lúsaði mig, ég vil vera lús. Já, þú veist. Og við erum alltaf líklegri af því að við erum með börn á leikskóla. Ég er alltaf á svona tölvupóst. Þau fá bæði, njálg og lús. Það er alltaf með þessu leikskóla. Ég grenja á hlátrið ef að þið fáið njálg. Ég er ekki að grínast, ég myndi borga fyrir það. Ég myndi aldrei segja það. Ég myndi segja aglega, ekki þér. Ég myndi aldrei segja þér. Það tekur með sér í gröfuna. Já, ef það fann njálg, málega það. Ég er ekki að vera að segja þeir ég er njálga mig. Nei, það er líklegt það. Strákar, ég get ekki njálgaði. Það er líklegt það. Strákar, ég get ekki dottið í kvöldi með njálg. Ég er á njálga með livjum með það. Ég má ekki drekka. Það fer í gröfina. Ok. Ef þú fann njálg, you're gonna take that shit to the grave. Það er bara svoleiðis. Herru, þá er þriðja spurning. Þið völdu báðu lúsvandala. Þá er þriðja spurning. Mér er fara að klæja hárið að tala um þetta. Þriðja spurning, hvort myndu við vilja vera með lús og njálg? Æ, hættu nú með lús og njálg maður. Þetta er önnur spurning. Hvort myndu við vilja vera með lús og njálg sem eftir er á ævi ykkar, bara alltaf. Eða að eiga bara mánuð eftir ólifað en þið mættu gera hvað sem þið vildu og það sama hvað kostar, þið mættu gera hvað sem þið vildu. Veistu, ég þarf að taka hana dagskriflega að þér eins og hinn. Það er ekki hægt að hafa því þessu. Nei, en býtu, þetta er erfiðari spurning og heldur. Þú ert með lús og njálg sem eftir er, alltaf. Segjum að vera 90 ára gammal. Steindi, ég heyri. Og það myndi allir vita því náttúrulega. Þú ert bara gæðin minn lúsin og njálgin og ert bara rúlandi þannig, stoltur. Eða, þú fær bara mánuð eftir. Þú bara heyri, ok. Já, hann er að deyja. Já, þú deyr eftir mánuð, en þú mátt gera, þú rúlar eins og þú vilt. Þú segir bara, ok, ég ætla að gera þetta mánudaginn þetta. Peningar skiptir engu máli, það verður bara allt riggað upp. Þú fær bara besta mánuð sem hægt er að fá bara í heiminum að móti njalla og lús út af læfi sko. Ljótt að segja, ég þyrst að taka njálgin og lúsina. Er það? Ég ætti ekki, mánuður eftir sko. Já, en þú var með... Ég held að fjölskyldum ég vilja frekar hafa með njálg og lús heldur en ég sé bara farin. Það myndi enginn hanga með þér og var með bæði sko. Það er enginn að faðma þig, þú veist. Nei, það er enginn að því hvort þið er. Ég sitt bara einn út í hotni og allir það skil. Þú myndi taka á þig bara frekar en að deyja, já. Ég myndi ekki geggjaða mánuður, það er klárt. Já, þetta verður geggjaða mánuður. Þú nærðist samt ekkert að njóta mánuðarins vitandi og setja að fara að deyja. Hvað er gaman til dæmis að fara til Vegas vitandi út að fara að deyja og vinnur? Góðbútur. Þú getur bara gert það sem þú vilt sko. Já, en samt þú ert alltaf með það svona at the back of your mind og setja að fara að kveðja. Já, það er í þeir eitt sko. Þú getur farið til tunglsins þá myndi vilja. Já, frábært. Ég tek alltaf njálgin og til meður. Já, njálgur og lús, það sem eftir er. Þú að taka það líka eitthvað?
Þetta er mánuð Ég veit að þú, já, þið veist njálgurum vera vesen, ég veit það Egill Njalli, það er þetta mjög gott nafn á Það er gaman að vera á lífi sko Gaman að horfa og fótbolta Já, þannig að þið takir báður lúsa Við þurfum að taka Njallan Það er bara þannig Ég vil það ekki, en þetta er lagið, ég vil það Ég er bomb-up haus, hey Ungur að leika mér, já ég hef það næs, hey Ekki tíma fyrir vesinn Ég er bara að reyna að nota meðan ekki livin Ok, slagur og bara væpinn Segðu mér að þegar ég sé þinn Fresh shit, réttu kóka mækinn Ok, við erum fokkin næsti slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Ég er slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Ey, ey Lofa þér, ey Vertu hér hjá mér, ey Þú ert hér með allt sem ég þarf Ekkert bíða sem er hér og þar, ey Segðu mér að ég sé þinn Og segðu mér að ég sé inn, ey Ég vil það, já, já Segðu mér að ég sé þinn Ekki vera feimin, ey Ég vil það Ég drega nandan og ég held á stað Represent og tegru tyggju sama hvað Með bretti gundu fótum að lifa og njóta Ég klíns upp og ekki fæ mér ekki í glas Slagur og góður róli, góður félagskap Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það Ég lifa með að vinna og ekki nýti sem að lifa Gekki slaka motherfucker, bara veipi það er sumar Orðfjörn verið mig, ekkert sem að stoppa mig Tæki fyrir hér og þar, gott þessi blassa við Ey, já, gott þessi blassa við Ég er slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Ég er slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Ey, ey Lofa þér, ey Vertu hér hjá mér, ey Þú ert hér með allt sem ég þarf Ekkert bíða sem er hér og þar Lofa þér, ey Vertu hér hjá mér, ey Þú ert hér með allt sem ég þarf Ekkert bíða sem er hér og þar, ey Segðu mér að ég sé þinn Og segðu mér að ég sé inn, ey Ég vil það, já Ég vil það, Jói P. og Chase hér í FM 95 blöðum Virkilega gott lag sem að sló í gegn Hvað var þetta ekki síðasta sumar sem þetta var ekki allt vitlaust? Jó, það ekki Það voru nokkri sem að hendu á Instagram story hjá sér slagur að njóta og lifa Já, það var nokkri sem gerði það Og bara allir grenjuðu hlátri Einmitt, það er svolítið góður, það er klassísku brandari Mjög gott Ég ætla að hendi það ég eftir Já, en það ertu slagur að njóta og lifa það Já, ég er að slagga, ég er að njóta og ég er að lifa núna Það styttist í spurningakefni Gilsarans, hvað var áttur þema í dag? King of Culture Já, það er menningunótt á morgun Ég er að rúla þessi yfir hérna, hlauparan á morgun og það er menningunótt á morgun og hlaupið er í fyrramáli Já, ákvæði fljótt að liða maður Og sko Það er Rikki, hann er náttúrulega að hlaupa, hann er búin að safna 600 skalli Já, það er sko grein núna NBL Fræga fólki, sátna peningum Fara svona yfir hvað celebrities er að hlaupa Sko, Johnson var að bomba sér inn í þetta Bara í dag eða eitthvað Hvað með gamla góða fyrir var hann? Eiður að fara að hlaupa fyrir Ljónshjarta Já, sem sama á Richard hlaupa fyrir Já, Messi var vist kannski eitthvað að fara að styrkja það Hann hefur budget Já, hann var eitthvað til þar Og það er enda grjótart að mæta Það er nokkuð klukkutímar hlaup Hvað er hann komin með? Hann er 58 en hann var að koma inn Hann var að bomba sér inn í þetta Það er líka bara mynda á honum og engin svona, flestir eru með svona description, ég ætla að hlaupa fyrir þetta, bara mynd og búið. Já, description, Eiður kann valla að senda SMS, hvað þá setja inn eitthvað hann sé að fara að hlaupa. Sér er Bent að hlaupa. Já. Einmitt, Ágúst Bent er að fara að hlaupa, það er, veistu það, það finnst mér vera alveg geggjað þegar ég get vottað það, hann hefur ekki hlaupið kílómetræfinni og hann er að fara að taka 10. Já, ef hann hefur hlaupið eitthvað þá var hann að hlaupa undan einhverjum. Já, þá var hann að vera að flýja sko. Þannig að málega er að hann er að fara að hlaupa 10 kilometra og sko hann er 40 skall. Hann er 40, ég vil að fólk hólkja á hana því að þetta er alvöru lífsætta sem hann að setja síðan. Já, og svo náttúrulega Pétur aftur á bak ef hann er með. Já, Pétur og hann er niður. Við erum líka að tala um Ara Eldjátt. Tetman. Já, Nonni Tattoo. Kjartan Alli, brennslumeistari. Heiðar Ösmann. Já. Sko það er Ólafur Darri, það er overload of celebrities, já. Vanlega er 1,
trúður, one clown sem fólk getur hólkað á, sem er celebrity clown. En nú eru 10-12 celebrities að hlaupa, þannig að fólk með valkveðar. En er einhver að fara að hlaupa heilmarathon eins og ég ætlaði að gera? Ég ætlaði að hlaupa heilmarathon. Verðum að rósa steinda. Ég ætlaði að hlaupa heilmarathon. Flestir af þessu celebrity maður taka 10 km, reyndar ekki alltaf taka 3 en uppfæra sig. Spáði ég ekki að taka 3 sem betur fyrir náðu honum upp. Hversu vandræðilegt það verið, það ekki farið 3. Það hefði verið fáránlegt, en ég sverðast okkur, ég ætlaði að taka heilmarathon, ég ætla að gera á næsta ári. Ég er bara, við erum að fara í brúðkaup á morgun, við náum þess ekki. Nei, við verðum á Ísafirði eða hvað, Suðureyri. En sko, ég vil bara upp þetta, í the celebrity battle, hver er að vera safna mest? Ólafur Darri er núna með 100 kall á Richard. Nú þarf ekki að rífa sig í gang. Málega, hann fór að slaka á eftir að hann fór yfir 500 kallin. Já, þetta er líka pínu mér að kenna því ég er að sjá söfnunina, sko. Og Geirdal, þetta er spennandi. Það er líka bara erfitt að fyrir okkur sem þekkjum þessa menn að þetta er bara, það er allir að væli manni. Þetta er þannig, það fara allir á stað og það eru, þetta snýst ótrúlega mikið hver er að eyða mesta púðrinu í að harka. Öddi er búin að taka þetta á sig fyrir Richard, hann er búin að henda Rikka upp í 600.000 og markmiðið var að henda upp í 800 eða ekki? Nei, 500 var komin yfir það, sko. Já, 500, þeir eru komin yfir það. En ef að Messi millifærir inn á Good Johnson þá getur hann rokið upp í svona 50-60 kúlur. Hér eftir auglýsingar ætlum við að fara í spurningakeppni Gilsarans og það er víst King of Culture. Við býðum öll gríðalega spennt eftir því en við skuldum víst auglýsingar. Má grilla þetta? Keks? Það held ég alls ekki. En það má grilla sykurpúða og setja á milli. Krónan. Pítan Skipholti. Pítan, alltaf fersk. Útsala, alltaf 50% afsláttur af útsölu vörum. Æsver Magasín, Laugavegin 91. Mikið úrval af fallegri gjafavöru. Sjáðu úrvalið á snúran.is, Ármúla 38. Hvernig væri að gera vel við sig í dag? Kornið bakari. Komdu kornið. Prófaðu nýja street foods, kryddblanda, vefjur, grænmetiskrydd, tilbúið á 20 mínútum, Santa Maria. Útsalan er í Elko. Þú getur fengið vaxtalust lán til 12 mánaða. Gríptu tækifærið og skelltu þér á útsöluna. Elko, einfallega lægra verð. Yddaðu blýantinn. Skrifaðu það fyrsta sem þér dettur í hug. Þetta verður mjög flott hjá þér. Pennin Eymundsson. Apótekarinn býður 15% afslátt af Voltaren gel í ágúst. Afslátturinn gildir af 100 og 150 gramma pakningum af Voltaren geli. Apótekarinn, lægra verð. Minigolf. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Skemmtigarðurinn. 5 staðir. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. Make my way through the motions. I try to ignore it, but home's looking farther the closer I get. Don't know why I can't see the end. Is it over yet? Like Miss Know-It-All, can't take her own advice, can't find pieces of my peace of mind. I cry more than I want to admit, but I can't lie to myself, to anyone, cause phoning it in isn't any fun. Can't run back to my youth the way I want to. The days my brother was quicker to fool. AM radio, not much to do. Use monsters as an excuse to lie awake. Now the monsters are the ones that Jæja, Alicia Cara með Growing Pains heitir þetta lag. Ég veit það ekki. Ég er engin gríðalegur aðdáandi en það eru örugglega einhverjir úti sem að fíla þetta. Growing Pains? Já, lagið heitir það. Ekki má segja, megum ekki drulli yfir tónlistina á stöðinni, sko. Ég var ekki að rekka það niður, ég sagði örugglega einhverjir úti sem fíla þetta. Þetta er bara ekki mitt kaffi. Þú farið mail frá Richard. Nei, alls ekki. Við rikkirum á Best Terms en það er hins vegar komin tími á dagskrárliðið sem að ég hræðist hvað mest í þessum þætti og heitir spurningakeppni Gilsarans. Rétt. Ég vann síðustu ekki. Ég var King of Gay Pride. Já, svolítið langt síðan að þú vannst. Steindór þarf eiginlega að killa þess. Já, byrju, vann ég ekki síðast eða? Nei, ég var King of Gay Pride. Já, hvað var það? Ég vann held ég undan því, alveg öðruglega. Þú voru ekki unni lengi. Þú ert búin að vera allir lægð. Þú þarf desperately að win. Ég veit nú, það yfirleitt er ekkit gott að vinna þessa keppnir. Maður er yfirleitt bara í ruglinu að vinna það, sko. King of Culture. Já, hann myndir ekki vilja vinna það. Já, sko, jú. Hver á meira inn í menningareilundunni? Er það Blondell? Já. Eða Stoney. Já, einmitt. Það er basically konceptið í þetta. Já,
Og þetta verður líka örugglega mjög menningarleg spurningakeppni þér. Mér finnst það heldur líklegt. Já. Og ég svona tengi þetta við menningu, þú veist, og ég er með 10 spurningar. Ok. Ertu fyllibita? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ekki kalla mig fyll, er það menningarlegt að vera fyllibita? Þú er rosa skrýtna spurningastundum hér. Nei, ég búið það svo góð. Það er ákveðið menningi að vera fullur. Já, þú veist, flestir bestu svona artistar á Íslandi og út í heimi eru fyllibittur, því miður sko. Ég segi ekki. Er það ekki? Mér finnst heldur hart að fullirða það, en nei, ég er ekki fyllibita. Nei, ég fyllibita sko, ég er ekki fyllibitast, Egill. Blautar nýja allavega? Nei, mjög svipað. Ég er alltaf þegar ég er að drekka, þá varst þú aður. Þegar þú varst að drekka í gær. Ég ætla að byrja bara þægileg punkt á báða. Já. Hvað finnst þér við báðu að vera fyllibita? Já, þú veist, mér finnst fyllibita ekki neikvætt orð. Já, ég fer í dag er ég sjálfgæfur úti. Það er svolítið hannig. Þið fáið hvoru punkt á. Já. Ég verið ánægð með það. Hefur þið verið með best-selling bók? Best-selling bók? Nei, ég hef aldrei gefið út bók. Nei, við höfum hvoru gefið út bók. Já, því að þú hefur gefið út bók. Ég fengi punktana ef ég verið sækjarni inn. Já, þú har líka fengið fyrir fyrstu. Ertu í réttundasambandinu? Nei. Vöðum ekki að vera að pakka þessu saman á staðan. Er þetta spurningakeppni? Ég var að koma með 3 punkt. Sami fyrir þig eða? Ég meina, það getur samt vel verið að við getum sótt um það. Við höfum skrifað fullt af sjónvarpsseríum. Kannski flokkast það, við getum sótt um að vera þarna inni. Negativ, Steinþór. Það virkar ekki að sækja í réttundasambandinu og skrifa ykkur að sketsja sko. Þarfst að vera búin að skrifa bók? Já, því miður. Þú heldur að virka ekki að vera búin að skrifa ykkur handrit? Ég skirtinni mitt meira sæðin. Egill sýndi mér einu sinni inn á Facebook. Þá hann það var svona Facebook-grúpa hjá Rithöfundasambandinu. Egill er ekki vinsæll þar inni. Alltaf þegar hann setti eitthvað post, hann fekk engin like. Ég fæði ekkert mikið feedback. En ég er samt með þetta hérna. Félag leikskálda og handritshöfunda. Fæ ég punktur í þetta? Félag leikskáld og þetta er enda impressive. Ég líti að fá fyrir þetta. Nú er ég að flassa korti framan. En lestu þetta? Þetta hérna, maður sjá, þetta er Egill Einarsson. Rithöfundasamband Íslands, þetta er kort, þetta er legit kort, ég er að halda á því hérna. En fæ ég ekkert fyrir hérna FNH-kortið mitt. Þetta er enda impressive. Blöð, hvað er kortið þitt? Bara í rassvásanum mínum. En við erum báðum í félagskiptinni, hérna, ég og Egill. Mér finnst ég að ég ekki að fá punktur í þetta. Ekki láta hann væla sig. Ég er basically þetta class clown í þessari grúpu á Facebook sko. Já, hvað settur inn daginn á þessa grúpu sem enginn hlóa? Ég hef stundu sett postin í rithöfundagrúpunar. Ég fæ yfirleitt 0 feedback. Og ef ég fæ like, þá er yfir tokkið þráins. Við erum couple of athletes hann inni. Okay, ég hef ekki verið á mikið feedback á postunum mína. En hvað hefur þið verið að posta? Settir ekki eitthvað stuðla og sagðir eitthvað það að verið klárar í helgina? Ég hef stungið upp á svo kannski lifta sér upp eitthvað, gera eitthvað. Hefur þið verið að stinga upp á því? Og síðan líka stakki upp og ég geti kannski hvort ég ætti að redda okkur í réttinsambandinu kannski símarskrána aftur, sæna það aftur á einhvern í sambandinu. Og svona, ég fekk smá feedback þar og 2-3 svör. En þau hafa verið neikvæð líklega. Heilt yfir. Þú ert ekki vinsæll þarna. Sko, nú förum við áfram. Hefurðu leikið á limnum í leikriti, sjónvarpi eða í bíómynd? Sjónvarpi, já. Já, bíó. Punktur og blöð. Og það þegar flestir íslenskir leikarar eru yfirleitt á limnum sko. Í bíómyndum. Hvernig varst þú þar, Steindi? Undir trénu. Já. Kynlífsatriði þar. Það varst á penistum þar? Já, bara við höfum báðir að fá stig þarna. Hvernig var það? Það atriði að leikið því og... Hvernig var að leikið því atriði? Ég leikið svona atriði svartur leik og það var 20 manns, allir allsbyrg. Já, það er náttúrulega mjög erfitt að leikið svona atriði, auðvitað. Varst á penistum? Já. Hvernig var það svona heilt yfir? Hvernig var það heilt yfir? Þetta... Þegið þig, tjóðlæstu vangiðin. Hvað, fannst þér þetta óþægilegt? En fannst þér þetta óþægilegt? Já, ég var með sveppa sko. Já, ég var góður sko. Að hljópa allspinnu í lögðin, það er ekkert þessin. Nei. Ferði klipping á barber eins og allir í elitunni? Elitunni? Já, ég gerir það. Ég er náttúrulega fyrir ekki klipping. Málið það er ekkert betra. Hvernig var ég að fá punkt? Ég er ekki komið 1 punkt að það. Jú, ég var að teipinu. Málið það er ekkert betra en að strýtlin á barber og hitta Halla og láta hann klippa sig sko. Hann er king of scissors. Ég ætla að vona hans ég að klippa þið frítt þessu auðlýsingu. En málið að auðviti, þú ert að missa af svo miklu. Þetta er ekki auðlýsing, við erum að klippa sko, Egill fer á, þú fer ekki á barber, þú fer á Robby Carter. Ég fer til Halla á barber, engin auðlýsing. En hvert er þú Egill? Ég bara fer inn á bað og raka á mér hausinn. En þú veist, þú getur samt að láta einhvern annar raka það. Málega þetta snýst ekki um að Næsta spurning. Málega þetta snýst ekki um að geta gert það sjálfur. Þetta er stemmar, kíkingurt og fá sér bjór og svona. Þetta er mjög fái punktar í þessari keppni. Hefur þú skrifað grein í eitthvað blað og tuðaði yfir einhverju? Nei. Það þarf að skeina ykkur sko.
Já, ok, king of culture Hvernig er það er ekki menning í því að væla einhver staðar? Það fylgir á töðu yfir einhverju Skrifa grein, ertu reiður á töðu yfir einhverju? Já, en það tengist ekkit endilega beint einhverja menning Aðsend grein, Steinþór Hróar og vælir eru kannski einhverju sundlu Búið sund og allt reiður og veist bara Ég er bara að koma með hugmynd sko. Okay. Það er 2-1 fyrir Stóni 2-1, það er sorglega Veiparu? Nei Veiparu, já ég veipa Þú ætti frekar að segja reykir Þessi rithöfundar og þeir eru ekkit að veipa Sko máli er, ég má ekki segja í útvarpinu reykiru gras, það er illa séð sem er mjög mikið, sem er algengt í the culture En máli er það, sko, hann veipar En máli er það, reykti smellur og veipa í dag Þannig að þú er rosalega listamaður Hefur þið farið í menningaferð til Vegas? Já við hefum gert það, já Hefur þið flaskaði upp í sundlu í Vegas? Það er ekkert menningarlegt við það, ekki neitt Af hverju þetta að inni? Þetta á ekki að vera að inni Steindu við gert það? Það er ekki neitt Það er ekkert menningarlegt að spyrja hvort við hefum verið að drekka ykkur af flösku Steindi hélt á flöskun og veifa Þessi var helviti góð Menningin í Vegas er svolítið þannig Þú ert bara hérna með vodka Red Bull með vinniðinu ber ofan á flöskuborði Við höfum gert það, já Það er punktur að báða Hvernig var það aftur? Við nennum ekki að tala um það Þetta er bara að búa kapli okkar lífi Hefur þú leikið í en award-winning movie? Já Ok, sko, ég ætla ekki að leiða löfblöð Þið var pakkast Já, ég átti ekki að breyki þessu 5-1 fyrir Stóni Hversu sterkur kom hann inn eftir slagt tíma? Já, ég kom sterkur að þinn King of culture? Já, segja samt að Steindi sé king of culture Það er eitthvað rámt við það Ég átti skilið sigur þetta Ég er búin að vera í lægð Ég átti skilið þetta sigur Þú átti skilið sigur, þú veipar og ert á tippinu Þú eiginlega pakkaði blöð saman Já, ég fekk 1 stig, það var að því ég hljóp nakinu lögðin Já, en fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Við erum hér með glugga útsinni Veðrið er fínt, ég fungar til veðri Ég er nettur, það hlýtur að vera gott veður Og klukkan er kortur yfir 5 Já, þetta er fljótt að líða Vá, nú kortur yfir 5 Það steytist í Steinar Guðmunds Þorsteinn Guðmundsson á leiðinni til okkar Það er hárið eftir, fannst þér ekki gaman að fá svona gott update Veðrið og klukkan Ég veit að þetta eru 2 vinsælustu dagskrárliðir í útvarpi fyrr og síðar Nú getum við verið með báða Þú sagði mig þannig blað og ég er búin að taka það vel inn Ég ætla að tala um þetta í hverjum þetta Það er líka, það er fallegt veður úti allavega hér í höfuðborginni Já. Vonum að sé eins út á landi En já, sko, ég er að fara núna í sturlaða staðreyndir Og ein er algjört kjaftæði eins og alltaf, þið þurfa að giska hvað af þessu er rugl Okay. En ég ætla að byrja á einni sturlaðri staðreind Queen Birgitta Haugdal var að senda hérna Það er síðasta gig Írafáls á morgun klukkan kortir yfir 9 á Arnarhól Síðan hverfum við aftur Knús B En af hverju að hverfa aftur? Ég þarf að byrja að vinna með þetta Knús A eða Kveðja A Birgitta Haugdal er það stór og hún segir bara Knús B Hún er Queen B Já, hún er Queen B Það er geggjað Þú byrjar með A Nei, ég segi það verður töff að vera bara með svona staf í lokinu sem hún Við erum svo miklu lúðar Þannig að við hvetjum alla Íslandinga til að henda sér á Arnarhól og sjá síðasta gig Írafár í allavega góðan tíma Já, þau voru rosalega eigin Þannig að þetta er kortir yfir 9 og ég bara Það er vestamar verður fyrir síðasta Þau eru bara Já, málega ég ætla að fara að tala eins við hana Ég þekki Queen Bee, við tölum saman þau gigga aftur, það er 100%. Já, bara halda áfram Þetta er allavega síðasta í einhver tíma Þau voru náttúrulega í Hörpunni og svo voru þau hérna á þjóðatíð Og þetta er svona síðasta í einhver tíma En það er komin inn tími á sturlaða staðreyndir Eru þeir tilbúnir? Við erum klárir Já, og Er ein horsemanure? Það er ein horsemanure Þannig að þið og hlustendur þurfa að giska hvað af þessu er vitleysa Og hér byrjum við Fiskar geta drukknað Já, þetta hljóma nú bara eins og augljós staðreynd Já, að fiskar geti drukknað Þetta kom mér nú bara pínu óvart Sko Hvernig drekkjur þú fisk? Málega, það er pottið einhver fiskur sem þarf að henda sér upp og taka eitt góðan djúpan anda og aftur niður Málega er að hákall er fiskur Já. Og ef þeir heldur en föstum og drukknaðir þeir verða að vera á hreyfingu Já, ok, gott að hafa þig Þannig að svona háinningar grípa oft hákalla halda þeim bara kjörum, drekkja af þannig Því líka visku perla Já, svo er það sniglar, þeir anda með löppunum Þetta vissi ég ekki Þegar fólk er að læra á því að hlusta hann á þátt Þannig að næstur í sjá snýr ekki halda með lappinur á hann Því þá kæfið hann Já, ég meina, já, fólk er að læra kannski en þú er ekkert mikið klárar að hlusta á þetta Jú, þú er mjög klárar að hlusta á þetta Svo er þessi hérna, þessi er rosaleg Er þið tilbúinir? Karlkyns blettatígur getur fullnægt kvenkyns blettatíg kynferðislega með því að gelta á hana Nei, þegið þarna fíblið Þetta grínast eða? Nei, ágrís Þegið þið frændi, ég fór einn heim Það er einn sem er horsemanure eða ekki? Jó En býtu, ok Þetta er hljómað sem horsemanure Málega er að þetta væri samt alveg rosalegt sko Já, þetta er rosalegt Ég myndi að þetta væri hægt Fyrir okkur bara hérna Já, bara myndir
fyrir okkur strákana bara í heiminum. Maður getur bara hort á einhverju konu og hún bara myndi að fá fullnæðingu bara út í krónu. Það finnst að vera eitthvað að manneskunni hún ætla að fá fullnæðingu þetta hjá þér. Já, það væri samt, ég minna, það myndi allir fíla þetta. Mér er aldrei að blíti langaði kynlíf og horfa á þig gelta. Aldrei. Sáttu svipur á en bæði kyn þetta var ógislegt, en bæði kynin myndi dyrka þetta. Ég meina, það er oft sem bara, þú veist, það er oft sem er bara svona, já, ekkur, þú veist, það er þetta, heldur að konur myndi ekki dyrka þetta? Jú, gelt á með þarna, gelt á með þarna, vondi blettatígur. Blettatígurinn er vist með svo rosalegt roar að bara, hann getur fullnægt. Reynda með að tiny roar, sko, lífið lítið munn og Alltaf klúraður þessu. Ljóni með alveg roar, ekki blettatígur. Þetta er styrlu starrend. Akkur ættu ekki bara allir heimurinn að fá það þegar ljónin fara öðru á þig? Ég bara veit það ekki. Þetta er bara hrossaskíturinn í dag. Það er bannað að klifra á almannafæri í Kanada. Þú getur verið handtekinn. Bannað að gera hvað? Bannað að klifra á almannafæri. Málega. Þetta er klifrið yfir girðingu. Þú mátt það ekki. Af hverju ekki? Það mátt ekki klifra upp í staura á eitthvað. Mér finnst það sama með að hlaupa viljandi og klifra, þú veist, þú gerir þetta ekki nema að segja ykkur að elda þig, sko. Það eru veiktartalið í Kanada því miður. Þú veist, þú klifrar upp í tré ef það er eitthvað ljón að elda þig, en þú ert ekkert að klifri, þú veist, ég meina, ég fer ekki út og klifri. Þú getur ekki klifra, þú getur ekki klifra þig. Ég meina, hversu mikið vitlis er það líka, að klifra einhvert? Ég meina, það hætti allir að klifra á fullorðins árum. Er það? Það segir sér byrjum sjálf, já. En ef þú ert krakki, til dæmis í Kanada, máttu ekki vera að klifra. Svo kemur hér rosalegt, þessi fyrir þig, Egill, tók hana fyrir þig og ránaði með hana. Sylvester Stallone hefur sagt opinberlega að Stop or My Mom Will Shoot sé versta mynd allra tíma og það eina sem hann skammi sín fyrir á ferlinn. Geggjumynd? Nei, hún var hræðileg. Stop My Mom Will Shoot? Hún var hræðileg. Mörðu það að mamma skána hríðskotabessunni í gjöf? Nei. Egill, hann var að hanga með nýrari konu, hann er búin að gera Rambo og fyrir að hanga með nýrari konu í einhverju svona rómantíski gamanmynd. Það er eitt besta mynd, þetta atriði sé að mamman skefur hún svona útsýbissu. Hvernig mannst eftir þessari mynd? Ég man eftir því líka. Hann opnaði, Mom, en Úsi, menn ekki eftir því, hann opnaði hana, ég hætti bara að fara að fá peysu, Úsi bissa. Já, Sylvester Stallone segir sjálfur þetta sé en versta mynd allra tíma. Já, ég þarf að sjá viðtalið og ekki bara kvót, ég vil sjá hann segja þetta, ég vil sjá vídeo. Hann er ekki stoltur af þessari. Það er ekki eftir þess að ég hýrt. Svo er það síðasta, hárið á þér heldur áfram að vaksa í nokkra mánuði eftir að þú deyrð. Ekki á þér? Nei, jú, kannski á bringunum með það, ég veit það ekki. Já, sko, af hverju gerist það blöð? Ég bara þekki það ekki. Þetta er bara sturlu starrend og ég fór ekkert að kafa eitthvað meir í það. Þannig að basically þarf maður að fá sér klippingu eftir að maður deyr, það er vesen. Já, reyndar ertu 6 feet under, þannig að enginn að taka eftir því, sko. Það vex áfram löngu eftir og döður. Já, en nokkra mánuði. Já, þannig að nú spyr ég bæði ykkur og hlustendur, hvað af þessu var kjaftaðinn? Sko, ég ætla að kasta á urrið. Blettatígurinn er helviti líklegur, sko. Blettatígurinn, hann sé að fullnægja með urri, það getur líki verið. Hvað segir þú? Sko, því að þeir eru með svo lélegt sko, þeir eru ángrís af öllum þessu kattategundum þá er blettingum með slagasta urrið, sko, ángrís, sko. Ég er ekki að vera lögur. Þetta er lélegt ég var betur á. Ef þess að tíkistýr, ég kefti þetta þá. Þetta er sturlu starrend, það var ekki eitthvað sem hann kjaftaði. Býtu ekki, við ekki segja, ég vil koma með second guess. Snöggu þá, við erum að frjóðlýsingar. Ég ætla að segja þessi Sylvester Stallone hafi ekki sagt þetta. Þorsteinn Guðmundsson er að koma með það. Stallone, þetta er horsemanjur. Nei, þú mátt klifra í Kanada. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Íslensk framleiðsla á springdínum í öllum stærðum síðan 1943. Svífðin í sveppin. RB Rúm, Hafnarfirði. Sveitaís er ekta rjómaís. Huppuís er ískaldur mjólkurís. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum, Spöng, Kringlunni og Garðabæ. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Hallgerður Langbrók hefði málað með útimálingu frá Slippfélaginu í heilgala sem hún hefði auðvitað fengið í Slippfélaginu, enda engin hort kerling. En þú, Slippfélagið, við hefum málað með Íslandingum í meirinn 115 ár. H&M borgarinn okkar er bara venjulegur hambúrgari. Mínus A. Fattaru? Dirty Burger and Ribs. Eitt mesta úrval landsins af skólavörum. A4, skólavörubúðin þín. Mundu Múlalund. Við gerum nafnspjöld fyrir ættarmótið. Múlalundur.is. Íslensk framleiðsla á springdínum í öllum stærðum síðan 1943. Svífðin í sveppin. RB Rúm, Hafnarfirði. FM
95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. FM 95 Blö og við erum komin með virkilega góða gest hingað í stúdíóið. Hann heitir Þorsteinn Guðmundsson og oft verið, kendur við fóstbræður, verður velkomin. Og kendur við að vera því LOL-faðir. Já, faðir, hann er faðir grínsins. En þú varst að tala þú ert komið nýtt nickname, Steini G. Viltu láta kalla það? Það var Steindi sem kom með það. Já, málega er að það er svo gaman sko, hann er svona, hann er algjör Steini G. Einhvern veginn, já, og það gerir hann. Kannski þú átti í svo miklu viðskiptum við menn sem að kalla sig G. Þetta er eitthvað svona málega, það eru allir með Nick í dag. Steini Gram. Já, hann er Steini Gram. Þú kemur ekki að tóma kór. Eitthvað svona, alltaf með vasana fulla. Hver á leiðinni? Steini G, Steini Gram. Sjáðu að hlaupa. En núna þegar að tala um gramma, þá er að tala um Instagram alltaf. Já, við erum að tala um Instagram. Ég ímynda mér alltaf þegar þetta Reykjavík maður þá byrjar að fólk sé á flótta. Það er eina leiðin til þess að horfa á þetta út úr gluggan. Undan Steina G. Það er alltaf að hlaupa undan hann. Það sé að flótta fólki. En hvað er að frétta af Steina G? Allt rosalega fínt. Það er ekki langt sem við séðum það. Bara dásalegt sko. Ég er búin að vera á fullu núna í vikunni að kynna vinnuna mína Bataskólan. Já, til hamingju með hann. Og ég ætla að reyna að nota tækifæri núna. Ég verið með í Bataskólanum fyrir fólk sem er með svona geðrænar áskoranir. Og það getur verið alls konar. Það getur verið kvíði, þunglindi og hvað sem er. Og við erum að bjóða upp á núna ungmennabekk 18 til 28 ára. Það er ennþá nokkur laus pláss í því og við viljum bara endilega vekja athygli á því. Við erum heimasíðu sem heitir bataskóli.is og við erum svona, þetta er eiginlega, ég myndi segja að þetta væri skemmtilegast í skólinn í bænum. En segjum að sé nú einhver tvítur stúlka eða tvítur gutti að hlusta núna og sem að langar að fara í Bataskólan. Hvað er verið að gera í Bataskólan? Sko, Bataskólan virkar þannig að maður skráði sér skólan eins og hvern annan skóla. Síðan hefur maður 2 annir 7 mánuði allt til að velja úr svona 15 til 18 námskeiðum sem maður hættir að fara í einu sinni viku, við erum kennu 3 í viku. Það er þetta að fara þunglyndisnámskeið, kvíðastjórnun á námskeið, veljan og heilsa, alls konar bati í náttúrunni heitir eitt, þá gengur út á að segja þetta hvað það er gott að fara út og umhyggja, sjálfsumhyggja, nú vitum það er bara allur pakkin. Já, við fílaðum maður. Og þarna kemur fólk inn og bara setur svolítið í gýrin. Já, og þið eru búin að svona, lausn í gæsalöpum eins og við kvíða. Nú er annað hver maður á Íslandi með kvíða. Já. Það fylgir í basically 2018 og minna, síminn stoppar ekki allan daginn og það er áreiti allstaðar og allir með kvíða. Eina sem við vita, basically með snjallsíman eftir að hann kom, er að kvíði er búin að fara mjög hrætt á fólki. En við erum alltaf að muna það að kvíði er eðlugur. En það er aldrei, sko, fólk hefur áhyggjur á því að vera smá kvíðið. Það er eðlilegt. En það er bara, sko, kvíði má ekki vera hamlandi. Nei. Ertu með eitthvað kvíðastjórnuna trikka? Þegar kvíðin hellist yfir kvíðin, ertu með gaming tricks? Ég fæ bara að segja hlusta hann á þátt. Slaka það og opnaði bjór. Það er einmitt það sem við erum að gera í skólanum. Við erum að bjóða upp að sem kalla bjargráð. Bjargráð virka þannig að hver og einn kemur sér upp trikkum og svo deilum við því. Sumir fara í sund, aðrir fara út að labba. En að því þú varst að koma inn á þetta, þú veist að kvíði er eðlilegur, að sjálfsögðu, þú veist upp á vissu marki. Finnst þér margir vera að gera, þú veist, finnst þér margir vera að hlaupa beint í kvíðalyf eða þú veist kvíðalyf? Já, eða gera eitthvað, þú veist, já, það er náttúrulega annað, mér finnst rosalega margir vera kvíðalyfum. Bara, þú veist, að því að það er létt að fá þig og það er bara í rauninni að þú bara hrættu við hérna úr að fara til Tenerife annarkvöld og hrættu við flugið, þá getur þú ekki kvíðalyf. En það ertu að tala um að, þú veist, finnst þér að menni að því að tala um að vera eðlilegt að fá, þetta er svona kannski erfið lína líka, hvenær er ég orðin kvíðasjúklingur og hvenær er ég með eðlilegan kvíða? Steinþór er kvíðasjúklingur. Það er mjög einfalt að þegar sá grunur vaknar að kvíðin sé orðin og mikil, þá er fólk bara að leita til fagaðila. Til sálfræðings eða geðlæknis og þá fær það bara góða úttekt á því hvar það stendur. Þannig við höfum ekki skoðun á því, sko, við erum ekki að fara að segja þjóðinni að taka meira eða minna lyfju. Þannig að fólk þannig eru skrifin, fólk fær, er greint þarna og svo kemur það til ykkar. Já, það þarf ekki til, sko. Það er allir koma til okkar. Koma beint til ykkar, já. Aðstandendur, fólk á heilbrigðis- og velferðarsviði, það er
Þetta rosalega svona opið koncept og við tökum ekki niður neina svona greiningar. Það er ekki að sanna og sért kvíðasjúklingur hjá mér, ég sé það á þér. Ég er að tjóka hér. En nú, hvað skráðum maður sattur? Á bataskóli.is og það er að finna e-mailin okkar. Senda okkur e-mail. En ég verð að spyrja einu hérna áður að við hættum hérna er hérna að því að nú ertu LOL-faðir. Fyrst að vita sem ég fann. Þú ert faðir íslensk gríns. Það er lígi. Þú ert king of comedy. Þú ert king of comedy. Ert þú að nota grínið eitthvað með þér að kenna í skólum? Ég myndi segja ef maður tapar húmórnum þá þarf maður að fara til sálfræðings. Já, þá ertu búin að vera. Og ef að, í alveg tala að húmór er bara ágætis mælikvarði á því hvernig fólki líður. Þannig að ég nota húmór í daglegu lífi og í skólanum líka. En það er ekki alveg sama hvernig húmór það er. Þannig að þú veit, ég er svona nú er fólk, ég er konar þennan aldur, fólk er að segja að Steini, þetta er náttúrulega, hann er með þennan pappahómar, skilju. Ég fíla það. Ég vil bara halda mig við einfaldan kúkahómar og prump og... Kúkahómurinn, þú veist, prumpubrandara, þetta er eldri en tungumálið. Þetta er klassísk. Þetta er áður en fólk að tala þá. Ég held að það er tveir frumbyggja og hlæja hver öðrum. Ég hugsaði þessi rétt hjá þér. Manstu Steini þegar við félagarnir skellum okkur til Benidorm? Ó, já. Það var nú reynda að voða gaman. En ekki reyna, þú voru að hætta að nýta hvert einsta tækifæri til að koma Benidorm að Við skelltum okkur til Benidorm. Þú og Steini Guðmunds, þið fóru ekki tveir að vera að taka upp sjónvarpsþátt. Já, við fórum til Benidorm félagarnir. Það gerir þetta alltaf, þetta er upp á staðar. Ég reyndar að elska Benidorm. Benidorm var æðislegu staður í gamla daga. Ég fór hann að 12 ára fyrst. En svo var hann orðið svolítið sjúskað þegar við fórum. Ég held að sé búin að rífa þess aftur í gang. Nei. Er það ekki? Jú, þetta er ágæti staður. En við ætlum nú ekki að sleppa það, Steini, áður en að við hendum þér í giftast, sofa og drepa. Þetta er liður sem er... Ertu að fara að henda Steina G í giftast, sofa og drepa? Já. Því líka veistla. Ertu að beina, ok, hvað með það? Það eru 3 nöfn. Nú fyllist ég kvíða. Þú lagst stjórnunum. Ég hendaði 3 nöfnum og þú ert að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Og nöfnin eru... Á ég að gera þetta bara svona fljótt? Nei, þú mátt hugsa. Og mátt útskýra af hverju og gera hvað. Það er ekki stress. Nöfnin 3 eru Jón Gnarr, Pétur Jón Sigfússon og Sigur Jón Kjartansson. Hverjum ætlar að giftast, hvern ætlar að drepa og hjá hverjum ætlar að sofa? Vá, þetta er rosalega. Nú þekkir þess að 3 nokkuð vel. Já. En þeir takis ekki persónulega? Nei, þeir hafa allir verið í þessu. Þeir sögðu flestir að drepa mig, þannig að ég er engar ágjör að því. Hver er það mest husband material af þessum? Já, það er, maður myndi kannski hoppa á Sigurjón sem eiginmanninn, hann er pottþéttur. Egillið þekktu fyrir að leita svolítið í svona fjárhagslegt öryggi þegar hann velur eiginmann í þessum leik. Það er ekki stress út af reikningunum. Pétur Jón er reynda líka, hann er rosalega pottþéttur. Það er alltaf skrítinn samt í svona samböndum, ég veit ekki hann. Pétur? Já, einu sinni er kynnt. Hann drefum við, ég segi þetta. Ég var eins og í partí og ég var að spjalla hann og svona, ert þú bara einn? Og ég er bara einsamall núna og maður er bara single og svona. Og 5 mínútur senna kemur kona, hæ, kærast annars Péturs? Já, sæl. Ég veit ekki hvort hann gleymdi þessu eða hvað, þú veist, hvað skilabóð voru þetta? Þannig að ég held að, Sigurinn giftist Sigurinn. Þú giftist Sigurinn, ok. Og hvað var hitt sér? Svo var þetta að sofa í haunum. Hjá hverjum ætlar að sofa, Jóni Gnarr eða Pétur Jóhanni? Hvor heldur að sé betri í rúminu? Þetta er svona losta full nótt, Þetta er hótelherbyggi og nokkri bjóra. Ég ætla að velja Jón vegna þess að hann er vís til þess að verða minnislegs og muni ekki eftir í. Þetta er fárlega vel gert að velja hann. Þannig að þú ætlar að drepa Pétur Jóhann. Ég myndi, hvernig myndi ég drepa hann? Er ekki spurning? Ég myndi aflífa hann eins og kók. Rota með kilvu eða sker og láta hann að blæða út svona út í móa í grasið. Þorsteinn Guðmundsson ætlar að giftast Sigurjóni Kjartans. Hann ætlar að sofa hjá Jóni Gnarr og drepa Pétur Jóhann. Við bara óskum allsins besta með skólan. Bara svona til áreitningar. Fyrir þá sem að voru að koma inn í þáttinn, þá er þetta bara leikur. Ég er ekkert að fara að gera þetta. Nei. Engar áhyggjur. Og einu sinni enn, hvað er heimasíðan? Bataskóli.is. Bataskóli.is. Takk fyrir að mista okkur. Takk fyrir komuna, mistari.
Já, ég klopped up. Ég á klúbbnum og ég fucked up. Ég á klúbbnum og ég fucked up. Ég á klúbbnum, já, ég klopped up. Clue, one time. Clue, one time. Pull up all clue, one time. Clue, one time. Pull up all clue, one time. Clue, one time. Pull up all clue, one time. Clue, one time. Clubbed up, yeah, you get clubbed up. You get a clue, man. Oh, you get fucked up. Veljum góðan lífstíl, látum gott af okkur leiða. Org, gerum eitthvað gott. Lífstílsverslun Kringlunni. Hvar verður þú föstudaginn 28. september? Nú fekk hver að verða síðastur að næla sér í miða á 30 ára afmælistónleika stjórnarinnar. Sigga og Gretar ásamt stjórninni rifja upp 30 ára feril sveitarinnar. Sérstakir gestir, Svala Björgvins og Daði Freyr. Miðasala á tix.is. Vodafone, Vís og Gullkynna. Friðrik Dór í síðasta skipti í Kaplakrika laugardaginn 7. október. Friðrik Dór spilar öll sín bestu lög á samt 11 manna stórsveit. Miðasala hafin á tix.is. Sýrusson skrifstofuvörur, mikið úrval gæða skrifstofuhúsgagna á frábæru verði. Sýrusson síðumúla, sýrusson.is. Alltaf með lausnina. Fáum okkur pizzu. Pizzan, sími 578 88 88. Minigolf. Komdu í minigolf í dag. Skemmtigarðurinn í Grafarvogi. Nú eru markaðsdagar í Bíkó. Gramsaðu og gerðu góð kaup. Bíkó. Prófaðu hotdog style. Hann nýr á matseðli. American style. Pepsi-deildin heldur áfram á Stöð 2 Sport og á mánudag verðum við í beinni frá Kópavogi þegar Breiðablik tekur á móti Valsmönnum. Ekki missa af Pepsi-mörkunum með Hödda Max strax eftir leik. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Besta sætið þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Steini Guðmunds farinn og já, við þökkum honum fyrir komina. Já. Hann ætlaði að drepa Pétur Jóhann. Hann geggjaður, þetta faðið þug sko. Það skellur fyrir pésa. Já, hann ætlaði að senda pésa upp í sveit. Já. Það svolítið svoleiðis. Það svolítið svoleiðis. Það hins vegar komið hjá okkur að dagskrárliðið sem heitir Mynduru fyrir Cash. Wow. Og ég hef ekki verið með hann í langan tíma og ég er með hann í dag. Einmitt. Og þú ert komin í vitlausa mæk hérna, vitlausingurinn. Erstu það með það? Já, ég var slögt á mér. Já, þú skiptir. Já, það allt í gangi hérna. Ég færði mig út af King Steina Gumm. Já, en hann farinn, þannig ég held að myndi fara á þinn aftur, en ég er búin að redda þessu, ég sett upp sleðan. Já, þetta geggjar á græjunum. Takk, út höfðingi. Takk. Eru þið tilbúinir? Myndir fyrir cash? Við erum klárir. Ok, það eru 3 spurningar og fyrsta spurning, hún er ekki flókin. Myndið breyta nafn fyrir 10 milljónir? Eftir hvaða nafn? Sjálfsögðu, eða þú væri segjum bara að þú ættir að heita Davíð. Og hvað, ef ég breyta því Tom Cruise til dæmis sem er það astnalegasta sem geti gert, þá myndi ég ekki taka krónu fyrir það. Eða þú veistu hvað verið astnalegt þú myndi breyta í Tom Cruise? Hvað er svona sexy nafn í dag? Hvað er svona heitt? Tristan er heitt, já. Er það ekki orðið alveg ískalt eða? Nei, það er ekki alltaf og fallegt eitthvað. Ég meina þú getur heitið, þú veist að þetta heita Hilarious. Það er búið að samþykja það. Egil Hilarious. Þá er ég orðið class clown. Já, það er þetta veginn. En ég veit ekki, þú mátt örugglega heita Tommy Cruise sko. Nei. Það er að gefa mig 10 milljónir fyrir að byrja ráninu mínu. Ég er að spyrja hvort þú þykir. Já, bara millifarið í kvelli, mér skýt saman hvað heitir sko. Í alvegni? En það myndi alltaf ennþá kalla hann samt Störi. Það kallar hann ekki Störi. Jú, ég var kallað vöðvingin en fann það rétt á hann. Ég byrja að kalla hann aftur Störi. En ok, þannig að þú myndir skýra þig bara Davíð fyrir 10 milljónir. Breyta nafn. Davíð bara. Hvað ég, Trausti bara ég? Já, þú verður Trausti. Þegar ég 10 milljónir fyrir þetta Trausti? Já, ég minnst það bara nóg. Þú enda slakur Trausti sko. Sama hvað ég yrði bara, þetta væri bara hvað nafn. Myndir þú taka það Daniel bara? Já. Þetta er endar og geitt samt. 10 kúlur.
Og það er bara að pæla þessi í þessu sko. Þetta er samt vesen sko. Þetta er það vesen. Ég veist að vera að taka svo létt á þessu. Þú breyta Facebook-nafninu sko. Það þarf að requesta það og Zuckerberg tekur ykkur 6 mánuði það er hræðilegt. Nöfn eru ofmetið, maður á bara að heiti. Það skiptir ekki máli hvað heitir, þú heitir bara eitthvað. Næ, ok, þannig að þú segir já, Steindi. Ég segi já. Eða Trausti eins og ég kallaði núna. En þú, Davíð? Ég segi nei. Þú ætti að segja nei? Þú sagði nei á það? Ég hef sagt nei líka. Þá var það næsta, myndið taka af ykkur geirvörturnar fyrir 5 milljónir. Ég meina tilgjóðs eru geirvörtur. Á kallmennum. Það fárlega mikið vesen á því. Nei, hvað vesen er á því? Til dæmis það er að fara að blæða úr, gæti blætt úr geirvörtunum á öllum vinum okkar sem er að fara að hlaupa morgun. Já, það er eina, ég meina hvað er, verður ekki líka pínu skrítið að vera ekki með geirvörtur? En ég meina hvernig verður maður mjólka þá er maður ekki með geirvörtur? Hver er að mjólka þig? Er það laktósa eða? Nei, bara þú veist hver ertu farin að dæla í það að fara að leka úr mjólka mig ekki þá ef ég er ekki með geirvörtur sko. Nei, en það er enginn að mjólka þig núna hvort þið er. Það þarf að vera helvíti hörðum efnum að það þarf að leka úr geirunum aðeins. Það þarf bara að endur skoða það sko. Það þarf að fara að skoða þessar pakningar sem út með. En það er weird að vera að bera ofan á ströndinni ekki með geirvörtur. Já, það er mjög skrítið þess að spyrja. Það myndi eiginlega svona strandamyndina sem er svona bara hefð. Þú fært útland tekur strandamynd. Nei, það er ekki hefð. Nei, alls ekki. Þú getur teiknað þetta. Ég ætla að gefa nú fólki út a trick fyrir strandamynd. Þú fært Tenerife eða Alicante eða Beni eða eitthvað. Ég er með trick fyrir strandamyndina. Nú, hvað er það? Það er að fara í spreytan daginn ára ferð og degi 1 úti tekur í myndina. Rumparinn af. Já, svona eins og þú gerður á þjóðatíðamyndin okkar. Þú glemdir að fara í sturtu og þú varst eins og bara, það er eins og að vera syndi kakómalt. Já, það voru, ég var eftir að skóla með tanið blondið. Það er eins og að vera meðlemur í hljómsdunni Hefnes sko. Þú varst með Blackface þarna. Það var hræðilegt. Það var hræðilegt sko. Það sem þú gerir, þú rumpar af myndatökunni meðan að áður og dórið vatnar og ógæslur eftir 5, 6, 7, 8, 10 dagar. Já, byrja á henni. Já, síðan eftir það að ógæslur. Ok. Hver heldur að segja spá svo mikið fyrir mynd? Veistu hvað mikið liðuna sem var núna bara? Þetta er geggja trikk af öðvingjarum. Ertu í alvegni, þú ert á leiðinni, þú ert bráðlega að fara til útlanda á strönd. Og ég mun byrja, ég lofa því, á degi, ég fyrir bara hótel, henni töskum að mér, beint út á strönd, mynd. En segðu mér samt satt, í alvörunni, ég verð bara að vita þetta hvort þetta er satt. Ertu að spá í svona mynd fyrir áður og ferð út og hvað ætlar að skrifa og allt? Ég löngu byrja að spá henni. Þú veist að það er ruggla dæmi. Akkur það ruggla dæmi. Af því að þú veist, eins og til dæmis, þetta er Instagram, þú ert vantilega að tala um Instagram-mynd. Þetta er Instagram, þú basically tekum, heyrðu, ástin mín, djöðlega fallegt hérna, býtu, tökum hérna mynd, svo kíkir hún, heyrðu, djöðlega góð mynd, þetta hendur inn Insta. Þú ert ekki að bodybuilder, þú munt aldrei skilja þetta. Ég þarf að spá í lýsingu, sjónarhorn, öllu þessu, þú stendur bara bumbur og tökum mynd. Svo líka tala Steindi sem hún í sér drullu saman, mest að kjafta, það er enginn af stressaður að setja mynd og hann bara Er til lagi, hvað er textinu þeirra? Hvað, finnst þér þetta? Málega, þvílíkt vesen að vera smá stæltur og vöðvaður. Það er bara að pæla í lýsingu og sjónarhorn. Nú er þú fljótlega að skipta lífstíl og fara að vera gym rat. Það, ég veit ekki. Þú var svona í aðið daginn. Ég lofa þér, þú er en skýrhaus, þá fara að spá í þessu, alveg 100%. Þannig að þið eftir að svara spurningunni maður, ætlið að þykja þetta. Ég segi, hafa geirvörturnar. Taka geirvörturnar af fyrir 5 milljónir. Þú segir nei. Já, bara burt með þér. Og eyðileggja standamyndina. Steindi segir já. Enga geirvörtur og þegar 5 milljónir. Þú sagðir á. Þú ætlar að halda þínum. En þú ætlar að mjólka þig, hvað ætlar að gera það? Ég bara ætla ekki að láta mjólka mig neitt. Ég er bara búin að segja já áfram. Þá er það síðasta, myndið þið alltaf safna á jamminu fyrir 500.000 mánuði. Safna? Já, eins og ekki ekki bara, alltaf. Alltaf þurfum, nei, hann náttúrulega safnar ekkert alltaf greið, en alltaf þegar þið myndið fá okkur í glas, þá myndið þið deyja. Þá veikist þið. Bara, veist, deyja í svona 5-10 myndur og einhver löðrungum með og síðan bara áfram gakka, er ég bara haldið á mér heim og... Það er svona vesinn að þeir, bara eins og þú safnar á jamminu. Ég meina, þú veist, maður myndir alltaf bara hætta að jamma og er alltaf að sopna á jamminu. Það er bara mjög... Hvað fæ ég mikið? Þú fær 500.000 mánuði. Þú ert basically að segja við okkur, þú fá 500.000 mánuði eða hætti að jamma. Nána, þú myndir hætta að jamma. Já, maður myndir hætta. Ég myndi segja alltaf já. Myndir þú hætta að jamma fyrir 500.000 mánuði? Maður myndi alltaf eftir að tala um sko, já. Maður ekki drekka? Ég veit það, maður myndi alltaf bara að fara út og vera hérna að jamma edru. Þessi var helviti góður. Þessi var helviti góður. Jamma edru bara. Fyrir 500.000 kalla mánuði. Það er alveg upp að mánuði. Það er nú bara svipað þú eigðir í áfengi. Steindur, þú okkur ásvalsta fyllibita þjóðarinnar sko. Það er ekki að fara að jamma edru sko. Þessi var helviti góður. Hann hætti leiða okkur báða. Sko, Riki G var eins og að DJ-a á Hressó og hann sopnaði. Hafið yfir á skemmtistað og DJ-in er svofandi á græjunum. Bara Ghostbusters tími í gangi og svofandi DJ. Hann drafst á græjunum. Það er rosalega. Það er alveg mjög langt síðan eða ekki.
Þetta er þegar hlutabréfan svona stuð lærinni í dag, sko, hann var ekki á bímur þá. Eftir að hlutabréfan hækku, hann fór að vera í kókainbuxunum á nýja bílum, þá það, maður málið það er ekki séns að hann myndi sofna á græðanum í dag. Hann er með allt upp á 10. Ég verð að taka upp hanskan, hann er með allt upp á 10. Endur er hlutabréfin búin að hækka vel í honum. Hér er Selena Gomez með Back to You, hér í FM 95 blöð. Klukkan er að verða 6, við erum búin að vera hérna síðan 4 í dag. Djöfull líður tíminn. Og Egil, þú skeistist, ég fekk harðort sent hérna, það var Rikki sofnaði ekki á græjunum á Hressó, heldur á Opus. Okay, hvaða staður, nú ég ger party pooper, hvaða staður er Opus? Hlutabréfin voru lág í honum þegar hann var að spila Opus, sko. Sko, er til skemmtistöð sem heitir Opus? Þetta er eitthvað gamalt, held ég. Þetta er eitthvað gamalt. Já, en það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Egil, þú ætlar að minna á leikinn. Já, ég ætla að minna að Breiðablik-Stjarnan að maður eftir í úrslitaleik Mjólkurbyggjars kvenna 1915 og sem er skemmtilegt er Breiðablikar að vinna eftir Stjörnuna í sko Mjólkurbyggjars kvenna síðan er Breiðablikar að vinna Stjörnuna í kalla 15. september. Herru, býttu, hvað er að frétta þínu liði Völsurum? Eru þeir ekkert að Valsararnir skitu í gær maður, við áttum að komast áfram í Evrópukeppni, töpum auðnum 2-1. Mála hafa búið að hæpa þetta mikið upp. Vel þreyttur að Stjörnuna í dag sko. Vel þreyttur að Stjörnuna í dag sko. Pakka saman í dag og aftur 15. september sko. Ég er ekkert vissum að Stjarnan tapir hérna eftir. Við erum að horfa út á völlana, stelpur eða að hlusta, geggja veður, fá þetta fínasta fótboltaveður, svo er að sjálfsögum menninganótt á morgun. Það er, já, við áttum að hvetja alla að taka strætó. Það er ekki að vera að fara á bílnunni í bæ. En leigubíl, það er ekkert leðilega sem heim en að sitja strætó sko. Nei, og það er líka ekki þreyttar að vera Helga pabbi stoppar á löggunni hérna með 2 í sér sko. Bara taka strætó. Ég spyrir, hvað með taxan? Það er döitt eða? Já, það er bara erfitt að vera í umferðinu á menninganótt. Það eru 100.000 mannsinn í bæ. Og strætó auðvöldar við hann að komast í bæn. Já, svo er, ég er eiginlega bara að fara brunna út á flugull. Ég er að fara að fljúa til Ísafjarðar. Það var ofuröfleg helgina félagarnir. Já, það er brúðkaup annað kvöld. Já, Saga Garðars að gifta sig, það getur nú verið 2-3 drikkir. Smári Helga. Já, það verður eitthvað. Þetta verður vesen. Já, við verðum svo mættir hér aftur næsta föstudag í, Fantagýr. Við þökkum bara kærlega fyrir hlustunum í dag. Já, og við minnum á það að þættirnir fara rakleiðis inn á Vísi og það er hægt að hlusta á þættina þar. Ég veit að það eru margir hlustendur sem vilja hlusta aftur á þáttinn, að þetta er búið að vera eitt besti þáttur allar tíma og svo er einhverju sem náðu bara að hlusta kannski á hluta af honum og þurft að fara einhvert, þannig að það er hægt að nálgast þættina. Hvar er það nákvæmlega við Blöndal? Það er bara inn á vísi.is og undir útvarp. Og fer þetta bara beint inn? Ég held að það sé að nýjasta. Já. Sko, þið veit að það er yfir 20 manns að hlusta á síðasta. Eða núna, þetta er pú. Þetta er kallar með pú. Ok, ef hann fer núna, tekur sér headphone-in og fer heim. Eða tölvan það gáð, hún setur sjálfkrafa þáttinn inn. Ég veit það ekki, mér var allavega sagt þetta fyrir beint inn núna. Ótrúlegt. Já, það er komið nýtt stúdíu og nýtt tækni. Það er ótrúlegt. Góða helgi, elsku. Bara taka sér headphone-in og fer heim. Hlustendur. 12 setur þetta inn. Við heyrumst eftir viku. Þátturum fer inn á Vísi allavega fyrir rest, ég lofa því. Stoppa mig langar að sofa og mikið hlutir sem ég búinn að lofa mér hinningur lofa mér þessu uppi bara pása gíkar undir pressu feta ekki spór hjá neinum gremmin eikin veg held alltaf svo röskuður áfram þótt að gangi ekki vel ungur að fara svo hratt sigli að stað yfir blótt af var alltaf með stefnuna en ekki í dag kortið mitt svart týnist oft í hugsunum sem stjórna mér og sveima ég spila með sett á mig bró stæleitt brauð þreytirinn grás og ég stari fram og vissi klifir öfinn sjö dansa og glasa djöfn sem stýrir minni för vona að ég finni nýja stað nýja törn núna ég einn kannski sitna verðin tvö nú ég stari fram og vissi klifir öfinn sjö dansa og glasa djöfn sem stýrir minni för vona að ég finni nýja stað nýja törn núna ég einn kannski sitna verðin tvö Miðarnir á afmælistónleika stjórnarinnar 28. september rjúka út. Stjórnin rifjar upp 30 ára fyrir sveitarinnar. Sérstakki gestir verða þau Svala Björgvins og Daði Freyr. Ekki missa af einstökum viðburði í Háskólabíói 28. september. Miðasala á tix.is. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12. Fönix veitingahús sem er 5677 888. Þægindi, gæði og ending saminast í faglega hönnuðum útivistarpoka frá Thule. Eigum glæsilegt úrval bakpoka fyrir útivistarfólk. Margt og mikið, Holtasmára 1. Vertu með í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka 18. ágúst og styrktu gott málefni á hlaupastyrkur.is. Hlauptu, það borgar sig. Útsalan er í Elko. Fáðu það sem þið langar í núna á lækkuðu verði og borgaðu seinna með Pay. Elko,
einfallega lægra verð. According to the government, we do not exist, but we're very real. Coca-Cola kynir spennumyndina Mile 22. Nýjustu myndina með Mark Wahlberg. If we fail, there is no backup plan. Frábær spennumynd í anda Bourne-myndana. We get things done. Mark Wahlberg í hörkuformi í Mile 22. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Það sést hver í borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgartúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asískur matur. Velfag Edge, nýtt útlit með enn 30 ára reynsla. Velfag, vinduer fyrir lífið. Faris.is. Útsala, alltaf 50% afsláttur af útsölu vörum. Æsver Magasín, Laugavegi 91. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð.